4 Mötli Grúður konur á fónin og FN95 Blöður hafði göngu sína föstudaginn 24. júni. Þetta fljótt að líða, minnst þess að júni sé nýbyrjaður sveimi þá, en annað merkilegt í þessu að þetta síðasti þátturinn á FN95 Blöður fyrir sumarfrí. Þátturinn rúmlega 10 ára og við höfum alltaf fyrir sumarfrí í júli. Næsti föstudagur 1. júli, þannig að þá erum við ekki með þátt. En komum svo aftur í lókjúli, þannig að við verðum nú eitthvað í júli. Já, þreytt samt, eða veist. Já, það er bara að vera skika okkur í frí og við höfum nú alltaf tekið frí í júli, en Blöðkasti verður á sínum stað í júli. Já, þannig að, eins og við nú komum inn á áður, þá fyrir Blöðkasti aldrei í frí, þó að sé aðfangadagur eða... Þú ætlar að standa við það. Segjum að það væri núna bara jóladagur. Það verður alltaf einhver þáttur. Og þá að koma þáttur. Þið voruð ekki jólinn síðast, áramótin. Þá bara fekk ég Hjöppa og Thomas Steindors á X-inu og við vorum með þátt. Það verður alltaf þáttur. Þá nældi ég mér í COVID. Varstu með COVID? Já, eftir jólinn, alveg rétt. Þú byrjaði klokkan 11 og þannig fjölskyldinni. Fyllir í þarna. Það er rosa. Já. En hvernig verður þetta núna hjá fjölskyldinni? Þegar nú er hérna aðfangadagur og laugardaginn núna. Þegar partí ekki bara klukkan 7 morgun. Þeir eru að löði. Já, laugardagurinn 24. Genginu snemma, sko. Var þetta það gott hjá okkur að hefðin verður þannig að þetta verður alltaf svona eða var þetta bara eitthvað sem þau ætlaði að prófa einu sinni og bara allir fekk COVID og voru þunnir? En hver mætti smitaður og smitaði alla familja? Hver var patient zero? Sko það er erfitt að segja. Hvern grunaði? Mér grunna sjálfa mig. Hann er þetta. Þú veist, en svo veit maður ekki. Þú veist, svo var komið, svo komu allir eitthvað, já við kíktum aðeins í gær og það var COVID-tal líka og það var út allt. Fólk var samt með alvöru bömmir yfir svona smitt, hvað segir maður, þú fær bömmir, smittbömmir. Þú fóst í partí og smittaðir og þurftir að láta vita. Á smá skellur. Ég var víst með COVID og svo allir bara konum með COVID. En svo var líka eitt í þessu að klukkan 3 daginn, þennan dag. Hversu mikil mölvun var á liðinu þá? Nei, enginn. Svartir. Nei, strákar, á ég segi ykkur þið veit alveg ég hreinskil með þetta var bara graflags og kósi. Það var enginn mölva klukkan 3 dag. Nei, ég veit. Þetta er bara, þetta eru jólin. Já, búin að drekka í 4 tíma og partí það var enginn. En ok, ég var í rauðvinni. Já, fyrst þú ert hreinskilni, ég ætla að spyrja því því að við erum búin að opna það hér að við fáum okkur rauðin jólin og svona og það var alveg komið ölvun í okkur jólin bara þegar við erum í spílum og svona krakkandi fattin að sofa. Það er eftir að segja ölvun en fólk svona fannst í rauðin og tengd og komin í eitt brennivínstöp og eitthvað svoleiðis. Hvenær voru þið byrjuð að fá ykkur? Fólk bara sko mála, ég tel ekki ofan í gestina drikkina sko. Það var ekki lögg á svæðinu. Fólk gerir bara sitt. En ég hef, nei, svona en í hátinu, bjór, eitthvað svoleiðis? Seint kvöldi, þá pabbi minn sagði alltaf að honum fyndist glasið eitthvað voða lítið sem var með. Það var bara svona og það fannst rauðvinni hverfa svolítið. En af því þetta byrja svo snemma hvenær myndir þú skjóta á að fyrsta rauðvinsglasið eða fyrsti bjórinn að fara niður á ég hugsa að ég hef tekið eitt svona jólatúbor bjór bara í hátteginu bara eitt bjór yfir graflags en drengir, við vorum að tala um COVID-ið og smittin og svona vitið hvað það kom fyrir mér? Ég er að fatta það núna sko. Það komu 2 jólasveinar í heimsókn 3 Þeir hafa smitaði? Annar var smitaður. Ég held að hann hafi tekið hálfan bæinn sko. Já. Pantaður síktan jólasvein? Já, ég pantaði ekkert síktan jólasvein en ég bara, það kom í ljós. En hvað var hann bara ofan í ykkur, gjörsanlega? Nei, hann er náttúrulega með krakkana og það eru myndatökur og já. Það var ekki með skegg sem blokkar hérna nærrið og slefið og... Skeggið er meira svona... En varst þú að faðma hann? Heldur að börnina við smitaði ykkur öll þá? Ég veit, við vorum með þetta. Varst að faðma jólasvein? Ég þekki þessa jólasveina mjög vel. Já, ok, bara takk fyrir okkur. Hvenær mættu þér og sagði þannig? Þeir voru 3 En það varst að vera mökka náttúrulega. Já, ég hætti þessu. Það byrjaði bara 11 þetta partí sko. En þetta verður þessi hefðir endurtíkin, ég mæli með því. Rétt fyrir þátt fór Steindi Junior hérna okkar besti maður úr peysunni sem væri nú ekki frásögum fænandina en ég tók eftir þessu og setti á Instagram hjá mér þannig að fólk getur séð hvað ég er að tala um. Hvað heitir þessi bólu sem þú varst í núna? Þetta er ekki hlýrabólu. Þessi flík sem er í. Já, þessi flík. Þetta er bara vöðvabólur. Það er ekki bólur, þetta er hlýraból. Þetta er hlýraból. En samt sérðu, hann fer alveg yfir axluna þannig að það er ekki hlýraból. Já, teknikli þú veist, þetta er bara öðru útgáfa hlýraból sko. En af hverju, hvað fækstu þennan? Sko, málega er að ég sá bara Sigrún á hana ból sko. Já, ok. Og hann er hérna, hann var svo rosalega Egið það er enda rétt fyrir þátt fokkandi svalast í bólusís. Já, málega er að hann er svona risastór og svona hann er risastór og víður þessi bólur og svona.
Og ógislega þælur Já, hann skrítið samt, ég er ekki sem þessi ljótur, hann öðru sig. Ég meina, þú veist, þetta er bara ekki þessum ból, sko. Nei, ég hef bara aldrei séð svona. Munið daginn þegar ég mætti í röndóttabólum mínum, Sailor-bólum, sem var bara röndóttur. Og þið drulluðu yfir hennar ból bara í allan þáttum. Það er ekki að sem gerðum fyrir okkar hörðustu sem eru áskrifendur af blöðkastinu og þá komst þú með það í blöðkastinu að þú ætlaði aldrei að vera í ból aftur, það verði nýið þú, ætlaði bara að vera í peysum og skirtum. Já, ég ætlaði það var svona skrýtni í þessu. T-shirt-less lifestyle. Ég er alveg að hugsa að taka þetta upp, sko. Ég er að vinna mig átt að ból sem er ekki eins og erma. Já, þetta er ekki beint bólur. Þetta er svona, þetta er ermalaus bólur. Þetta er bara blússa. Og ég ætla svona Ámar að fara að taka meiri sénsa Sverri Bergman var að senda mér þetta er ermalaus bólur. Þetta er ermalaus bólur, já. Ermalaus það er sem þetta er. Þetta er ermalausum ból. Sem er skrítið. Er þetta ekki svo kjóll á Sigrúnu? Þetta er ekki svo kjóll á þér? Já, sko, þetta er mjög sítt. Það nærnir á hné. Ég get staðfest að ég hef aldrei verið í ermalausum ból fyrir utan hlýraból. Það ekki. Ég hef verið í svona körboltatreyjum. Ég hef aldrei verið í svona ból eins og þú veit. Ég er, sko, það er fínir handleikir á þetta. Já, ég veit það. Það er ekki búin að vera svona, þetta er ekki alltaf eins. Ég veit svona Maður sjá, gerðu byssur Maður guns Kraftu Býtu, ég þarf aðeins að, þú veist Þarftu hvað? Ég þarf bara að hrista með handleika Ekki tókna samt. Nei, kraftu bara maður sjá Það brakaði í þetta. Það brakaði í Þú höndunum á mér. þykka handling Hann er ekki spennt þetta lengi. Nei, ég sko, drengir, ég var að mála í 5 ár, sko. Já, reyndar Það má ekki gleyma því, sko. Þetta eru málarabyssurnar Já, ég komst upp í Mosó í leigubílum hérna í sjómálveðmálum, sko. Bara svona á pöpnum, sko. Frábær málari, sko. Og frábæri sjómann Það er ekki margir sem getur pakkað saman Þangur til að hitti vinninn á króknum að það Já, hann niðurlega. Eftir það hef ég ekki farið í sjómál. Og við Matta Matt. Bjöggi? Já, Matti Matt líka, hérna, söngvari. Það er ekki hægt að vinna hann í sjómál. En drengir, síðast í þáttum fyrir sumafrí Það er Þetta er búin svo fljótt að líða. Mér finnst þess að bara júni hafi verið að byrja Og svona eiginlega svona hræðin í þessu Þegar næsta F95 blöð er Þá er eiginlega bara að koma haust Já, og það er með haustkvíða. Hann er komin yfir haustkvíða. Ég er komin smá haustkvíða Ég sagði ykkur þetta er ástæðan fyrir að mér finnst apríl yfirbörða mánuður Af því hann leið að koma með mæ Þá er ofstutt í júni og þegar júni byrjar Hann fer svona Já. Mér er ára vitum af bara komið ágúst og svo bara sett og Dauðir áraðu vitum af sko gulviðvörun. Þetta er sko, drengir, þú veist, ég ætla ekki að bölva þessu. Ég veit alveg að við erum að fá fínt sumar með þess að þú veist, það eru 4 gráður á Akureyri bara búið að vera kallt þar sko. Það er ekki að flokka þetta sem gott. Nei, en ég veit að þetta er snjóri í Tindastól fyrir norðan. Ég var á Akureyri síðast ekki á því líka veist. Þú veist, við erum að tala það eru 8 gráður á vindur, kaldu vindur. En þú veist, ég átti von á betra sumri sko, þetta er búið að vera rosa slæmi vetur sko. Ég held að þetta er ekki búið að slæmt sumar samt, þetta er búið ágætt. En þú veist, maður er svo einfaldur, maður heldur alltaf að þetta sé hræðilegu vetur, gott sumar. Já, það er ekki þjóðsögur sem segja það, þannig að það stendst ekki neitt. Það helst ekki hendur. En málið þetta er bara, veist, vandamálið er, þú bókar þetta Tenerife í júli, en þá hugsaður, nei, hörðu, við erum heima á Íslandi yfir sumartíma, þannig að 2-3 mánuðir góður á svo helvits landi, þannig að við erum enn þá, sem ertu yfir júli hérna, ógæslegt við. Júli er eftir. En síðan bókar þú út, ferðu út í júli, loggar hún MBL eða á Vísi og veist sko við spána 25 gráður á Íslandi. Þetta er það sem er þreytt. Maður getur ekki unni í þessu. Nei, bara hörru, ég ætla út, ég er með gaggrinni í blöðkastinu á þriðjudaginn. Það sem Gilsi fer yfir öll böð á Íslandi. Ég fór í skóaböðun á Akureyri núna síðustu helgi. Já, þú ert voruð svona baðkall. Ég farið öll. Ég elska konseptið að vera einhvern daginn í vatni og vera með cold refreshing beverage. Já, þú ert ekkert einn með það. Ég hata sundlu. Það er sökka. Klór og að fara onni eitthvað svona, þú veist. Þú ert ekki meðnitt, þú getur ekki einu svona, þú fengið síku að þú værir reykingamæður. Þú veist ekki hvað ég var að segja böðin á þriðjudaginn. Nei, böðin? Þú mætt tapa þér í þessari faglegu gaggrinni Gilsa á þriðjudaginn. Málega, bjóttu mér í heitan pott, af því að þar get ég bara verið með drasli mitt með mér. Þú mátaði böðinu líka, mátt bantaði bjór og svona. Það getur ekki tekið með þér í böðin. Þú getur fengið þér í vöruna og það er enginn að banna þér að veipa böðunum. Hvað heldur þið sé að fara syndandi og veipandi hérna eitthvað? Það er ekki syndandi böðunum, þetta er ekki sundlu, sko. Ég farið í eitthvað böð. Ok, ég sé strax að þú er annálu amateur í böðunum. Hefur þú farið í bað? Í bað? Já, bara heima hjá mér. Já, en hefur þú farið í svona böð?
Já, Eiginlega já, ekki, sko. maður er farið í bláa lónið og svona dót, þú veist Og hvað annað en bláa lónið hefur það verið? Ég held oft í Skagafirði, Nei, ég fór í, það var bað sem er nálagt flúðum á því, ég fór ekkert í það líka Nálægt flúðum? Fontana Ég fór á Húsavík, það er kostið þar Já. Mjög gott sko En sko, ég ætla ekki að vera leiðilegur en þú veist býðið eftir þessari faglegu baðgagrinni Gils á þriðjudaginn sko. Ég er ekkert að skýta á mig og Ég er bara að fara í öll þessi böð og það er pros and cons við öll og ég Það má náttúrulega aldrei gleyma að það var Skagafjörður sem byrjaði á þessu öllu saman með Grettislaug Ég náðu góður influencer mynda með þar eins og Rukk ekki eins og ofan í Nei En málið er bara Nót til í Skagafjörðinu sko sundlaugar í dag Sök Nú vill fólk bara vera í heitu vatni og fá beer Já, ég meina þú veist Íslendingar elska sundlaugar Já, en ef þú engin lengur ert krakki, sko, þú veist Nei, fullorðið Hvað, fólk ertu að fara að renna bara í öllum brautunum og Nei, og kannski bara hitta vini inn í pottinum og ræðum daginn og veginn Hvað ertu eitthvað rugglaður? Hvað heldur þú bara fyrir sundir og hongi rennubröð? Nei, en byrju, hann að ég myndi að segja Tengdababbi fyrir okkar einasta mótna að hitta gömlu félag Þannig að ég myndi að segja, heyrðu blöð Hann bara eitthvað smápall Nei, ég er að segja, heyrðu blöð Mér langar svo að spjalla við allt þetta Daginn og veginn Þú veist, bara ég og þú Eigum við að fara að gera með 300 manns ykkur Nei, en ef það er bara svona því leiðist á mótnana og þú hittir bara menn sem þú hittir ekkert oft á daginn og þið farið í pottin og ræðið Krakkar og eldra fólk elskar þetta Mjög gaman út gamall að fara í heita pott og töð Að pabbi minn gerði það svolítið Hann var komin í svona pottagengi sem hittist á okkur tíma Ég meni við erum bara detta á potta aldurinn En nú erum við, það styrst ég að við dettum í annan En ég segja að töð okkar verður ekki ykkur heitu pott í salalögin eða lögðuslu sko. Við erum í böðum með ískaldan bjór og það er guða og bara það er held erfitt já, ég meina er ekki að opna eitthvað líka er búið að opna þetta í Hvalfjörðin King School Mógar að greiða það það er alveg veist það það er ekki, jú, það er náttúrulega í Kópó ég hef ekki enn farið í Skylagún, heitir það ekki það er búið að lefa jölur þar sko ég bara næ ekki einu sko þú veist alltaf þegar eitthvað slæri gegn þar þá alltaf að koma með 300 Þetta geggja Núna get ég ekki lappa nema að það sé bað Ég vil hafa það sé böð Þurfum við að baða svona mikið Það er svo mikið Já, baða það hvernig degi helst Skítu erum við Já, ég veit það En ég meina Finnst þið þurfa að vera 30 böð Ég meina fólk sem elskar Húsavík og þetta brjála núna Þetta skóaböðin voru komin inn with a bang núna Ég er ekkert að lesa yfir hérna skóalíðinni Ég vil hafa þetta allstað Bara sama hvort þú ferðu á Íslandi Það er baða Myndir þú bara vilja hafa bað hérna fyrir utan Söðlandsbrautina Ég vil Ocean View og ískalda bjóð Þetta er allt svo bara að heyra Þú fara að heyra þetta í gaggrinni minnu á þriðjudaginn sko. Ég ætla ekki að klára gaggrinni minnu núna Ég er bara að plana það sko. Ég er að tísa hann Akkur gengur ekki bara með eitthvað vassbrús og hellir yfir því reglulega Það elskar þetta svo mikið Og kaupið bjór í ríkinu Og kaupið bjór Ég er ekkert fyrir með að labba með vassbrús og hellir hann yfir Nei, og labba bara Þú elskar að vera í þessu Ég elskar að vera onni Með fólki vatni Og drekka bjór Og líka að synda að bar og vera ofan í og smetla fingri að gæðunum manna sem er hann Ekki erstu svo tíma Nei, þið skiljið hvað við skiljið Það er ekki verið uppbúrs Ískaldan á krana Blessaði misteri Syndir með Læk á krana maður Við stiðum Ég er bara allir staði sem ég fer á núna af því ég er að við hjólast út með tetta og hérna og matta á eitthvað og ef það er ekki læt á krana þá fer ég alltaf að segja bara herru það er ekkert hugsað að setja læt á krana hérna Vanlega þú gerir það og kemur á daginn eftir Já það hefur einu sinni gerst Það voru komin En svo er þetta líka þannig að það kemur svo mikið að böðum og það er svo mikið frambóð af þessu þá verður að fara að gera eitthvað aðeins öðru sér bað Þú veist öll þessi böður eru stöpp Það er ekki eitt bað á Íslandi sem er ekki stappað En ég veit það alveg, en svo eftir nokkur ár þá er allt út í böðum og svona þá fer þetta að vera minna stappað af því að það er allt eins þá þarf þetta að hugsa út úr í bóksi hvað get ég gert öðru sér en hinn er að gera og það, ég er spenntur að heyra hvað það getur verið Það er einmitt það sem kemur fram í gagninu minni á þriðjudaginn Þetta er mjög langt frá að vera eins Hættum að Það gæti eiginlega ekki verið ólíkar Eða eitthvað staður sem þú getur bara sem þurrkaði bara þú svona heitur vind bara meðferð Nei, þá er ég meina bara standa bara einhverju rými og kemur svona rísastór svona þurrka blæsa að þeirra spasli þá ertu ekki onni í vatni þá ertu bara sko þurr upp það er engin verið með það sko þú er frumlegt ég var fyrstu með það eru böð í Mosó? Nei, það er hægt að vera heldur þurðar Ákveð opnar ekki böð þar Ég ætla að fara hérna við þáttin Ég nenni ekki að þessi böðleikum Ég ætla að opna baði Þekkið ekki er á sínum stað Steindi ætlar að vera með Common Knowledge Nei Það sem að, nú Ég ætla að vera með
Hvor er nettar? Æ, Jú. Það er ógeðslegt. Það er svo leðilegt. Nei, strákar, Sleppu því. Herðu, strákar, hvað er í gangi þetta? Ég er að segja ykkur hvað liðið ætlar að með og þið látið ekki svona. Þetta er svo steikt. Þetta er svo óþægilegt. Nei, ég var upp á pósthúsi í gær. Hvað varstu að gera upp á pósthúsi? Ég var að sækja pakka. Hvaða pakka? Ég var rakvill. Er það panta á netinu? Pungvél. Nei, pantaði rakvill. Vestlið á netinu, drengir. Já. Ég hef aldrei keypt neitt á netinu. Þú ert líka, þú er erfitt gamalmenni sko. Ég er vanafast, ég vil fara í búð. Það er blöfur í álfur vesinni það er veldur sko. En mér langaði svona pró-rakvill, þú veist, svona eins og okkur fórstu ekki bara hálfgjörnstóð. Svona pungrakvill eða þetta fyrir skrokkin eða hausina þér? Nei, hausinn, og þú finnur þetta ekki ykkur starf út í búð sko. Þetta er þú veist að panta þetta. Og málega er að þar var starfsmaður sem sagði, heyrðu, hérna, hvor er nettari? Varstu búin að gleyma því sem ég var búin að gleyma og ég ætla að henda ykkur í hvor nettari. Stundu það bara minna mann á hlutum. Já, ég þakkaði fyrir þetta, starfsmaður póstins. Svo það er Idol-keppni, drengir, í dag. Þeir eru að fara að keppa aftur því að Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal sem eru í dómnefnd á nýju Idol-seríunni, þau ætla að koma að ég gat ekki dæmt ykkur síðast. Ég er engin dómari. Þannig ég hugsaði með mér, ok, ég læti á syngja aftur, fæ alvöru dómara, Birgitta Haugdal, Herra Hnetusmjör, svo náttúrulega Daniel Ágúst og Bríett líka, mér dómnefndin í Idol. Já, hún er frábær. Þannig ég hugsaði, ok, þau geta dæmt á, þannig að þá er ég svona laus við að þurfa að segja hvort eitthvað er betri. Þannig að þið þurfa að syngja aftur í dag og þau koma að dæma. Ég var svona að gæla við þetta er one time only concept þannig að Já, ég held það sko. Það er svona, núna, þið þurfa að prófa þetta með dómar. Það er að koma, þegar við þurfum að fá smá tíma til að finna lagi. Kringu 5 leiti, þannig að veljið ykkur lag. En sko, eitt sem við þurfum að ræða hérna. Það er svo þægilt fyrir blöð að segja bara Strákar, dómnefnd syngja, gerum við Já. Er þetta ekki frekar ósængjönd það? Já, það er bara fárlega ósængjönd. Þannig að ég er með hugmynd Syng þú líka? Nei, Motherfucker. Nei. Jú, ekki bara Þið voru að keppa daginn. Nei, Já, þú ert ekki að dæma núna. En þú varst að segja, ég er ekki góð dómari. Þú varst að segja, ég er ekki góð dómari. Þá getur ekki bara taka þátt líka. Þá tekur blöð ekki lagi. Já, það er fair, ángríns. Ég er með geggjaðu mynd. Ég er kynnir. Þetta geggjaðu kynnir, sko. Frábær kynnir, sko. Og svo farið þið inn. En það er alltaf þægilegt fyrir þið, sko. Nei, við kynnum okkur bara fyrir dómnefnd. Allir þrír keppa. One winner. Annars keppum við ekki, það er bara hann. Skoðum þetta. Svo er spurningkeppni kynstans. Herru, ég veit ekki eins og hvað er þetta. Nei, það er út af því að við erum að leiðin í frí. Eða, gæðsalappi frí. Sumafrí. Það er sett King of Sumafrí / King of Vacation. Og mér finnst þau að heyrst þetta áður. Já, sko, málega samt. Veltast inn. Sko, blöð vann King of Summer Vacation 4-3. Þetta er allt búið fyrir áður. 27. júni 2020. Þá rétt vann blöð Steinda. Steindi tók sko svo blöð í fyrra og reykti blöð 6-4. Hann er 1-1. Þessin er peppaður sko. Það finnst að einhver eitt sé peppaður í hópnum. Þannig að hver tekur þetta? Það er 1-1. Ok, þannig að King of Sumafrí að því erum að fyrir sumafrí. Spurgla, staðurindur á sínum stað og fleira. Já, það er veisla framöndan. Það er bara þannig. Svo er bara fannig í því. Herðu, Sara Björk, ég veit að hún hlustar reglulega og komin til Juve. Já, ég er Juventus-maður nummer 1 sko. Juventus? Ég er Juventus-maður nummer 1. Þú ert mesta líða mella sem ég kynst á æðin. Veistu hvernig þetta er það er alltaf besta lið og upp á sliðans Mancini. Það er bara við vorum að ballum daginn í Grindavík, sjómannaball. Hann var komin í treyju og sagðist alltaf að halda mig Grindavík í körfu. Nýbúin að segja í þessum þættan haldi mig Tindastól. Nei, ég sagði kynst hann að liða mella. Nei, ég sagðist ekki alltaf að halda mig Grindavík. Það væri orðin þegar helsti stuðningsmann núna. At the time þegar ég var þarna með öllum Grindvíkingunum, ég fann bara Grindavík hjarta koma yfir mig og ég var 4 vikum á undan þá voru við með bingo í Keflavík og þá varst ég búningu frá Keflavík og það var rosalur en það var alveg andi þá og málega þess að ég hef aldrei verið að festa mig. Þú ert að verða svona eins og erpur, þú ert að verða eins og Blas Rokka. Nei, hann er bara hvað er stemmingin og hann heldur með því í lið. Nei, er hann ekki Blikamaður? Ég sá Blas Rokka ég var í klippingu í morgun á King Robba sem er alltaf hápunktur alltaf í lífinu minni þegar ég fæði þangað. Sá erpi í kjóli í strætóskíli. Hvað var stekkjana? Nei, hann bara einn. Það var stekkjana, það var heldur skrítið sko það var. Já, hann náttúrulega ekki, er hann ekki á lausu líka? En hvað var hann í kjól? Já, bara svona kjól. Labbaði hafna fyrir kjól og sérstu svo hann tillaði sér strætóskíli og fór ég inn í klippingu. Já, ok. Hann hefur verið að bralla eitthvað. Það verður ekki, það verður að stekkjana ekki að taka fólk með þér þá. Já, var hann í kjól í strætóskíli? Já.
Ég var skrítið. Ekki skrítið, það var 10 morgun. Ég döði það ekkert í honum, ég hafði ekki tíma á því ég var að leiðin í klippingu, hvað líka mjög basic að vera í kjól í strætóskili sko. Já, með að Beveridge sann sko, já, hann með það Var hann í því? Nei, hann satt bara með drikk, skilur í kjól í strætóskili. Ég hef aldrei séð svona aður sko. Nei, en ástæðan fyrir mig finnst það líka skrítið er að því að hann er aldrei í kjól. Það satt bara með svona stórt glas með Beveridge og í kjól. Þegar við talar beverage, alcoholic beverage. Ég veist það líklegt sko. Þú ekkert með kjól ekki með áfengið? Já, alltaf ef ég er í kjól þá er ég ekki með áfengið. Það er alltaf að leiki ykkur. Já, með líklegt það er nú verið í því sko. Þá er ég ekkert að Það með þess að það er gott lók sko. Já, kannski þetta bara eitthvað sem hefur verið mjög vinsælt. Hann er með möllet líka, hann er grjótart. Og ég verðum ekki yfirverðskætt líka. Jú, mér finnst það líklegt. Ekki það, Erpur er einn mesti snillíkur sem ég kynst. Hann er velfindinn. Já, drengir, þannig að þetta er bara það sem er framöndan. Við ætlum að njóta hér næstu 2 tímana. Síðan er farnir í frí. Já, svo er farnir í frí. Sko, ef það er einhver núna sem að er að keyra og að hugsa með sér bara ég ætla að vera rólegur í kvöld, þá myndi ég lækka núna eða skipta yfir bara beintur á bylgina. Já, því að þegar ég set þetta lag á þá er engin, ég ætlaði með þess að vera rólegur í kvöld sjálfur af því að ég er að fara í brúðkaup á morgun. Nú vorum okkur. Já, nú er ég bara stressast upp að ég er að fara að setja á þetta lag hefur aldrei verið spilað í FNÍ5 Blöð áður og heitir Living on a Prayer. Hversu sturla lag aldrei verið spilað áður, hvað meina? Living on a Prayer verður aldrei verið spilað í FNÍ5 Blöð. Horseshit. Það eru með gott bókaldi yfir þetta allt. Út króksari og 100% spilað. Já, ég bara held ég aldrei spilað þetta lag. Þetta er rosalega króksara lag. Herru, farið varlega núna eða ætla að vera róleg. Ready or not, you live for the fight. Þetta er góður partur maður. Þetta er góður partur. Wow. Ég get ekki talið skiptin sem ég hef séð króksarana og Svess aðalega að syngja þetta í kargi. Þetta er stemningslag. Nú eru króksararnir að hella í sig sko. Ég veit að Svess má þeirra hlusta sko og landakösur hann er komin í sloppin nú. Já, ég trúi ekki. Það er komin úr hann. Ef Svess er að hlusta fara hann síma sinni eftir helgi, ég lofa. Ég veit að hlæður núna en síman á? Nei, Nei Startu símanum að Svess með það? Nei, ég hef aldrei stólið símanum. Það fara síma sinna, það er að spila Hearthstone sko. Hann er með það í símanum. Hann er með síma, hann er að fá nýjan síma. Hann er eitt sko besti Hearthstone-spilari landsins. Hann er virtur og líka sko strákar. En er það eitthvað, ég dyrka Svessa. Hann er eitt besti söngvari landsins og það er eitthvað til að vera stoltur af. En er þetta eitthvað sem montaða? Þú ert eitt besti Hearthstone-spilari landsins? Þú getur átt góður tölvögg. Hann er professional gamer. Þetta er leikur í símanum. Já, þú verður bestur í honum og máli er að þú veist sko, hann er líka einn besti Destiny-spilari. Nei, ég sé okkur brosir að það. Ég var í gerla og segja mig og ég er top 3 bestu Tetris í landinu. Ég gera neyra mig. En hann er líka með betri Guardians á Íslandi sko í Destiny. Já, hann er rosalega Destiny. En mér finnst það strax öðru í þess að þá ert í 12. 1 eða 2 Destiny? Bara Destiny yfir höfuð sko. Ég fór. Er Svess komin Destiny 2? Já, ég tók skref. Ég tók skrefinu í Orbit daginn með hans krúi og honum og það var rosalegt. Þú veit að láta hérna Svessi kom til okkar. Ég segi fyrst að Svess er að hlusta. Er fámanna í næsta hætt bara í ágúst? Þú komur nú frí? Ég segi, það er tilkynningu eftir. Við glemdu því í byrjunu. Það er tilkynningu eftir maður. Það var reynda flesti sem giskuða rétt á Instagraminu á mér. En fólk er svona að fara að leggja 2 og 2 saman. Já, ekki. Að Svessi út að hlusta. Ég var til þegar við byrjum aftur fá föstudagslögin afturinn. Leður sem hefur verið í góðri pásu. Þó væri bara einu sinni í mánuði. Drepa Svessma það og halda Gunnar. Já, 1 lag í mánuði. Ég meina þú veist, hvað er ekki menn slagli? 2. Herðu, það komið að slúðri og ég ætla að byrja að slúðri á einu rosalega þegar mér langar að spyrja okkar þegar að vera að horfa á þetta. Það gæti farið svo að það sé að koma ný sería af Melrose Place. Það var alltaf reunion hjá leikurunum og þau spurði hvort að þau væri til í að endurtaka leikinn, þau voru öll til og ég er ekki að segja að hafi allt farið af stað en það er svona eitthvað verið að skoða hvort að þetta var gert með Belli Hills 90210 Gamla krúið það? Já, gamla krúið myndi koma aftur í Melrose Place. Er Heather Locklear að fara bara að mæta aftur í
Nei, fór hún ekki yfir með eitthvað? Nei, með minni var ég ekki svona slúður að hún var í einhverju vesinni. En eru allir aðleikarnir í dag í toppstandi? Menna, þú veist, eru allir meðalokkar í fyrsta lagi og enginn á dælunni og er bara hægt að hóa í all aftur bara öllum sem ára setna og er allir upp á 10? Já, allavega, hérna ég var búin að gleyma Kosti Frans Smith, munið henni, hún var náttúrulega í þessu, hérna það er 3 ár. Þú veist, eins og Michael læknirinn, er hann bara feskur? Ég veit það ekki, hvað, þetta er ekki það langt síðan, hvað heldur þú sé allir dánir? Nei, ég segi, þú veist, það er alveg 40 ár sem þetta var. Nei, 20, hvað, þetta er þegar ég er í 10. bekk. Þá er ég 15 ára, þetta eru 30 ár síðan. Já, þú veist, skilur ég horfði á þetta alltaf. Þú getur ekki hóað í öll gengi 30 ára síðar og allir feskir, sko. Nei, en kannski einhverja. Þetta er góða fréttir. Já, voruð þið Melrose Place? Já, horfði á þetta. Ég bara reyfi upp hérna þetta cast hérna. Já. Akkur vissi ég ekki að hérna Djúvill var ég alltaf reiður út í hann hérna læknirinn sem að hélt fram hjá hérna ljósærðu, stuttarðu, munið ekki eftir því. Byrjaði með þess að rauðarðu þarna. Já, hún er hérna í Despo. Já, ég er að ruggla þessu. Og hún var líka hérna annar leikari hérna sem er í Despo. Það er 2 leikari hérna í Melrose Place sem er hann hétt Michael. Hann hétt Michael, já. Ég er Kelly, í hverju var hún? Hún var í Melrose Place. Ég var alltaf hrifin að Jake sko, mjög huggulegur og mótuhjóli og nú mann ég ekki nöfnir. Hann var með Heather Locklear. Já, Jake. Já, þú varst að tala hann. En hann kemur út á skápnum í seríunni, ekki? Það? Nei, veitu, hvað er að gera? Verður Jake í þessari hvað er að gerast Hvað heitir hann? Grant IMDb Melrose Place, ég verða þess að kíkja. Grant Show. Hver er Grant Show? Besta fokkin napsi og æfinni. Hvað er þessi gæi ekki að leika með það að heiti Grant Show? En til að svara spurningun hans Steinda, er allir læminn kicking? Já, engin döður held ég. Já, geggja. Sko, ég er að horfa þetta. Það var gaman að fá nýja styrfi. En samt, Beverly Hills 90210 dæmið, það gekk ekkert eins og í sögu reynskilin, sko. Nei, þetta er bara hann er huggulegri núna að það var að leika í Melrose Place. Hvað er að gera sér? Mér finnst þetta ólíklegt að þetta verði einhver monster hittari, sko. Þetta verður stemning. Það er ekki bara betra að gera eina mynd eða eitthvað. Jú, en ég man, núna ég man eftir Sydney var þessi ljósara, stuttara sem hann var að halda fram með. Já, en hún var sjúklingur á sjúkrahúsinu. Það var ekki eitthvað svoleiðis. Nei, hún var bara konan hans. Nú, en svo var Alison. Þetta var ég allan ég ætla að fara að segja, ég myndi alltaf að horfa en svo, veist, ég horfa okkar einasta Beverly Hills 90210 þátt en ég horfði ekki á eitt í þessu reunioni. Þið var alltaf í slella. Var það Melrose Place eða Beverly Hills? Það var Beverly Hills. Það var þegar Dylan alltaf að kissa Kelly. Drengir, þegar ég lesi yfir þetta núna, þú ert að ruggla. Sydney var sko Dr. Kimberly. Hún hefur verið á sjúkrahúsinu. En síðan sá ég líka hérna, núna leiði þess á Dr. Peter Burns. Já. Sem er hérna Jack Wagner. Hann var með Heather Locklear. Hann var hérna alkoholist í þessu. Hann var fann að drekka. Var ekki líka Tommy Lee með Heather Locklear? Já, þau eru gift sko. Sem er með hérna lægið okkar hérna, það ekki? Jó, hérna Kickstart með Heart. Hvað er Heather Locklear? Trommarinn. Ég held að hún fór held ég. Sá ekki bara dáin á hana? Nei, ég held hún að fyrir eitthvað yfir. Nei, ég snappaði. Já, ég veit ekki. Þetta verður skemmtileg sér. Nei, hún er bara grammur og silkislög sko. Nú, ok, þá bara byrst ég afsökunar. Enda postaði myndir 6 vikur síðan, held ég langt síðan hann postaði síðan. Ég var að tala fyrir ykkur nokkrum árum síðan. Kannski búin að jafna sig. Herðum, hérna svo er næsta slúður sem að mér finnst stórfurðulegt. Mér langaði svolítið að lesa þetta. Hérna Gerard Piqué, leikmaður Barcelona. Hann er búin að drullu upp á bak. Var að halda fram hjá Shakira. Þau eru að saman það? Jú, þau eru að skilja því að hann, eins og ég segi, bara skeitt. En svo er sænskur áhrifavaldur og fjölmiðlakona sem heitir Katrín Zytomierska. Þetta er svo skrítin grein að það næri ekki nokkur átt. Hún sneri vist vörn í sókn á dögunum og lét spænska knattspyrnumannin Gerard Piqué hafa það óþvegi eftir að hann neitaði. Ok, til að gera langa sögur stutta. Ég datt svolítið út, misti fókus. Já, bara til að gera langa sögur stutta. Þú varst að lesa eitthvað í tölvunni. Ég var ekki bara að lesa eitthvað þegar ég var að segja slúður. Ég var að googla þetta fólk maður. Já, hættu því. Sem sagt, til að gera langa sögur stutta, þá er þessi sænski áhrifavaldur og fjölmiðlakona Katrín Zytomierska á okkur skemmtistað í Barcelona. Sér Gerard Piqué með annarri konu, ljósæri sem var ekki Shakira og vissi að hann var giftur. Hún bað hann að senda syni sínum sem var mikill Barcelona aðdáandi, hann er fullur á djamminu, kveðju á síma sinn. Hann nefndi því. Hún kallar hann aumingja og setur á Instagram mynd af þeim sem sagt tveim og skrifar: hlusta á mig aumingin, líklega langaði flestar stelpur sem voru í þessu partí til að sænga hjá þér. Ég sá þau og hugsaði leið til svona míns.
Ég var skýr við þig og baði að skila kveðju til hans. Þú sagði nei, hvers vegna? Af því út gauð sem kann að sparki fótbolta. Þetta heilla mig ekki mikið. Það sem veldur mig sorg að frægðin hefur náðin í hausina þér og það glata, skrifa hún við myndafæsluna sem þeir rataði heimspressuna áður hún ákvað að eyða fæslunni. Herðu, ég einhver mesti lúserinn þegar kemur að þessu, bara með huge fan og get ekki látið liðið friði. En ef einhver nennir ekki að senda kveðju á son þinn á Instagram þegar hann fullur og skemmtist, hvað er þetta eitthvað rugl? Ég veit að hann auminginn að vera að halda frem með konunum sinni, við höfum það alveg að hreinu. En að setja þá mynd af honum með einhverju viðhaldi að því að hvað er að gerast? Var þetta ástæðan fyrir að, nei, þetta var hættur að hata með. Þetta er eftir, held ég. Þetta er eitthvað nýlegt. Hann nefndi ekki að taka Hann nefndi ekki að segja bara hæ, þú veist. Þetta er basically bara, þetta væri bara Eva-málinn, bara hæ Eva-málinn, takk fyrir að horfa á Barcelona. Út frábær. Já, hvaða rugl, hvert eru við komin í þessu kjafta? Hún gaf hún lestur. Já, inn á Instagram, af því að nefndi ekki að senda síðan hennar. Nei, en ég er að spá sko, af því að maður hefur nú tekið nokkra svona kveðjur. Já, og þegar þú ert drukkin, þá sér maður eftir í daginn eftir, sko. Já, það sést oft, sko. Ég er líka fótt að hugsa, sko, þú ert kannski með pappanum eða bæði eða eitthvað, þú veist, Þorkell minn, þú veist. Svo er bara, þú veist, mamman og pappin og allir á ábrendi bara full með eitthvað kveðju og krakka. Það gengur heldur ekki. Þetta var snúðupakki dagsins. Mér fannst þau bæði skýta á sig sem skemmtist það þarna við hreinskilin. Nei, heyrðu, er þetta bara að búa með þetta? Það voru bara 2 móla, hvað gúrka er? Já, þetta ekki 3 móla, nei. Nei, við skuldum auglýsingar fyrir löngu síðan og þannig að það voru bara 2 mólar í dag. Hinn síðasti mólin var að ég mannaði ekki eins og fyrir auglýsingar, svo fyrir við þekkið ekki Idol-keppni, Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal, dómarinn úr Idol, ætla að kíkja enga. Jón Jónsson og Frikki Dór, gammal slag í nýjum búningi eins og var alltaf sagt hérna á FM í gamla þetta í nýjum Narium. Akkur dó það? Það er ekki alltaf eitthvað svolítið töf. Býttu, hvað sérum? Hvaða lag? Þetta er gammal slag í nýjum Narium. Ég man þegar ég var að keyra á Hyundai Coupe og heyrði það reglulega 33.000 og heiður östmann og fleiri. Já. Gammal slag í nýjum Narium hér á FM. Geggjað frasi. Það er hins vegar komið, drengir, að Jón Jónsson, hann fær gott sjátátt inn í þættinum. Við vorum að klára eitthvað dansilag og svo fyrir við yfir í hann og Kitty Renn hér. Já, enda góð vinnu þáttarins. Hann hlustar alltaf. Hann er okkar uppáld. Drengir, hvor ekki vil byrja í þekkið ekki í dag? Síðasti þekkið ekki fyrir sumarfrí. Já, bara Íta fá smá frí. Já, Hreyfindi liður. Er þið búin að ákveða hvað lög ætla að syngja eftir? Nei, ég er bara í alvöru. Það er styttist í þau. Hvíða kasti við því, sko. Ég kom á sporið með mitt. Ok. Þannig að ég svona, ég myndi segja. Komin á hvað? Á sporið, ég ætla að negla þetta lag. Ég kom með það. Hvaða lag? Það er segja það? Nei, segjum það eftir. Ég get alveg sagt það núna á vilt. Nei, segjum það bara eftir. Við ætlum að fara í þekkið ekki núna. Já, hvað vil fara fram? Ég skal bara fara fram og teka hana skell og... Já, ég get... Hvað er það eitthvað skellur og þurfa að fara fram? Nei, það er alltaf að fara fram. Ok, þannig að Egill byrjar frammi og ég var með 4 spurningar hérna. Ég fekk smá hjálp á Instagraminu. Já. Ertu ready? Er það þá væntanlega eitthvað ógeðslegt? Nei, þetta er það er eina það sem er kannski svona erfið. Já. Ert þú ready, Steinþór? Já, ég er klár. Þá er það fyrsta spurning og hún hljómar svona. Ef þú yrðir, já, þessi kom á Instagraminu. Já. Ef þú yrðir að skipta á tippi við eitthvað dýr, við hvað dýr myndir þú skipta? Þannig að tippin myndu, þú veist, lemur hann að mér færi á dýri og dýrin kemur á mig. Ok, þú þyrftir að taka frá öðru dýri. Já, þú veist, ég væri þá með það tippi. Ætla nú ekki að vera að gera dýrinu það. Nei, ég er að segja, þú veist, þá verður að gera mér það. Já. Að vera með dýratippi. Það er sem þetta gengur út á. Já, ég myndi. Já. Ég hugsi myndi velja hest. Nei. Hvað er ekki? Hvað? Myndir velja? Nei, svona í alvörunni. Hvað? Það er bara labbin bæinn eins og eitthvað þrífótur. Nei, ég meina, þú veist, er ekki hestar, er það þannig eða? Ég meina, þú veist, hefur séð hest? Já, ég meina, ég veit það, en þú veist, getur ekki verið í gallabuxum? Nei, ég myndi velja hest sem væri með lítið tippi á hestamælikvara.
Minnsta hestatippið. Hestur, ég myndi aldrei segja hestur. Aldrei. Ángæðis, ég að fyrir brúðköp morgun. Já. Ég var í jakkafutunum mínum. Fólk myndi spyrja bara, hvað ertu með? Já, en þú veist, ég meina basically eins og þú ert að reyna laumin hækju eða eitthvað. Þú veist, þetta væri alveg Big Dick Energy í gangi þarna, sko. Já, en þú veist að Big Dick Energy gengur ekki út á hvað út með stórt tippi. Nei, ég vissi það. Það er swaggið og... Já, bara stemningin í gangi. Bara, hvernig þú berði þig. En byrju, en sko, eitt annað. Þú veist, er við samt ekki að tala um það? Ef þetta er hestur, þú veist, þeir eru ekkert alltaf bara með þrífótinn, þú veist, þetta er líka, þetta er stækkar eitthvað mikið á þeim. Ég hef ekkert séð hest með eitthvað nálægt okkur mannfólkinu, sko. Nei, ok, ég ætla að breyta mig. Nei, það bara má ekki. En þú veist, ok, ég var þá að meina þá í rauninni Já, bara hestur með lítið tippið þá. Já, mjög, sko, alveg bara þú veist. Næsta, ef þú ættir að leika hvaða ofurhetju sem er í næstu bíómynd frá hvort sem að vera DC Comics eða Marvel eða hvað sem er. Já. Og það kemur bara einhvern til þín og myndi segja, herru, þú mátt ráða hvaða ofurhetja þú ert næst. Hvað myndir að velja? Til þess að leika í bíómynd. Sko, þessi er góð. Ertu ofurhetju kall? Horfðu á þessa myndir? Já, mikill. Ég veistu hvað, ég hugsa ég mynd, sko, uppáhalds ofurhetjan mín er Batman. Já. Af því að það er, þú veist, hann geggjaður, Christian Bale sem Batmanin og það svalast það sem hann sé. Ég á eftir að sjá Robert Pattinson. Líka bara, þú veist, hann er ekki fljúandi ykkur starf að skjóta laser og með eitthvað vesen. Þú veist, hann er bara, þetta er bara eitthvað svona moldríku kall sem fer svo bara út. Hann er samt að stökkva að láta sig svífa í sumum Batmanin. Já, en þetta er samt svona venjulegu kall sem fer bara út í búning. Og er yfirleitt bara lúberja einhverja gæja sem voru bara að stela geislaðir, sko. Bara einhverja, hann er að berja bara einhverja svona smáglæpamenn, sko. Yfirleitt, sko. Þetta er alveg svona, þetta er smá ruggla á pælir í, sko. Ok, það er að velja Batman eða? Já, en mér finnst það að vera svona, já, ég myndi gera það, þú veist, og svona Gotham City, þetta hitla mig, sko. Ok, Batman. Já, ég ætla að segja Batman. Já, ég held ég myndi velja það sama. Ég myndi ekki nefnir að Spiderman. Nei, alls ekki. Spiderman er líka bara svona friendly neighborhood hero. Ég talaði fyrir Spidermanin og eitthvað teiknimyndi fyrir 20 ára síðan. Er það? Það er bara, ég geti óskast að það væri ekki til neinstæðar en það er alltaf verið að senda það á mig, sko. Þú voru að senda á mig líka? Nei, við býður. Já, ég var að sjá það. Herru, á skalanum 1-10, hversu vinsæll varstu í grunnskóla? Þessi kom á Insta líka? Já, ég var bara, ég held ég nokkuð vinsæll. Ég var bara, æfði fótbolta og já, ég myndi segja. Tengur það við vinsældir? Já, þú veist, svona, já, ég veit ekki hvernig þetta er í dag nákvæmlega, sko, en þú veist, það var svona, það er mikill félagskapur í kringum þetta allt líka, sko. Já. Og svona, ég myndi segja það. Já, ég að tala. Já. Bara 8. Þá er það síðasta. Og þessi kom á Insta líka. Hvaða íslenska séti myndir þú sofa hjá? Frægum kallmanni á Íslandi. Frægum kallmanni? Margir sem kom til greina? Já, ég meina, þú veist, það er mikið að myndalögum kallmönnum. Þannig að þú færir í myndalega. Þú myndir alveg hugsa þannig bara, fyrst ég er að fara að prófa þetta og ætla að hafa myndalega. Já, þú veist, er það ekki? Eða svona, ég vil ekki hljóma svo, ég er ekki að tala um að giftast honum, sko. Nei, bara sofa. Þannig að svona, já, ég er svona ekkit endilega, þú veist, nei, kannski ekki ofmyndalega, sko. Það finnst mér ekki gangu upp. En það er ekki gott til þú svarar. Hvernig myndir þú velja? Ég er að reyna að hugsa þetta, sko. Allt í enn þetta með bara svo fár í hug. Ég veit svarið mitt. Þú mátt ekki stila þig. Og segja mitt. Bjöllinur? Nei, ég myndi velja sveppa. Þið eru gleini kallmanni sem myndi ekki breytast sambandið okkur eftir það. Já, einmitt. En þú mátt ekki stila þig, þannig að Bjöllinur. Nei, ég held að þú allar ekki, sko. Ég myndi segja, allir myndi ekki bara hendi í Pétur Jón. Það er svolítið svipa. Pétur Jón. Á þess að vera að stila þér. Já. Herru, það máttu bara hoppa fram. Það ekki? Senda Egilinn. Hann situr hann eitthvað. Já. Þetta var ekki það erfitt. Já, 2 svona kannski. Já. Farðu fram, hesturinn. Hækku það hérna með hann. Gemur gilsarinn. Tilbúin í þetta. Engin stemming, það er ekkert partí núna. Það er allir konni í sumafrí. Það er ekki partí frammi. Fáið frammi. Það vanlega allir fullir en á föstum, sko. Já. Herðu, ertu tilbúin?
Já, semi. Þetta eru 4 spurningar eins og alltaf. Fyrsta spurningin, ef þú yrðir að fá tippi frá einhverju dýri á þig, sem eftir hvað myndir velja? Þú ættir að skipta á tippi við eitthvað dýr. Þessi kom frá Insta. Sérstök spurning. Afsakið það. Já. Það er sérstætt. Já, þetta er sant. Ég er búin að spyrja svo margt. Já, ég veit, og það er komin í VSM með spurningar, sko. Þá koma svona spurningar, skiptum tippi við eitthvað dýr, sko. Þannig að ég fari oft í Animal Park. Ég veist í Monkey Park í Tene. Og Monkey Park er svona minn uppáhalds staður og þú veist, penisinn á öpunum er bara svona, þú veist, við erum basically apar, skilur. Þannig að, þú veist, að millifæra bara penisinn af einhverjum apa þar yfir er svona bara nokkuð basic shit, sko. Smelt passar og það sé henni samt einhvern veginn að hugsa, sko, sé maður, þú veist, sé líka lög sem flóðhestur, tígristýr, ljón. Já, ok. Hefur þú séð? Já, ég bara séð á Animal Planet. Þegar ljón að make it love. Ok, hvað ætlar að velja? Tígristýr? Já, það eru sexy. Ok. Tígristýr. Það mér aldrei giska á það. Já. Það er giska á það? Ég veit það ekki. Það er að segja apið frekar. Ok. Nei, það er meiri líkur en giska á apa held ég. En þú ætti að vera hreinskilinn, hvað þú myndir velja? Já, þú mátt ekki hugsa. Tiger, ok. Næsta spurning, ef þú ættir að leika ofurhetju í, bara hvaða ofurhetju sem er í næstu bíómynd og mætti velja hvaða ofurhetju myndir þú vilja leika? Og kom þetta frá þér eða frá Crazy Fan? Ég manna það ekki, því ég tek alltaf bara svona screenshot af góðum spurningum, sko. Sko, mér finnst sexy að fljúa. Mér finnst það geggjað. Þannig að, þú veist, Superman væri negla og líka, þú veist, Superman, þeir eru verið svolítið, þeir eru verið að hægja svolítið, það vantar svolítið góða Superman mynd, þeir eru verið að skýta, hann að döðafæri og alveg comeback þar, sko, í Superman, en síðan hef ég líka hugsað með, manstu því ég mætti til þinn í búningapartu, ég var Thor. Já, með minnsta... Ég var eins og Thor. Með minnsta hamar allara tíma. Já, það var ekki sama stærð og hamar hjá... Þetta var svo elspýtustokkur. Sko, en ég pantan að því í internet, sko. Og þyngdi, hann var mjög þungur. Hann var mjög þungur, sko. Meðan hvað hann var lítill, hann var mjög þungur og hann var ekki gefis þessi... En ég skoða bara myndin og hugsa, ok, þessi hamar er nákvæmlega eins. Og 12 kíló eða? Sér var hann bara aðeins minnin í bjóstuðið í fekkan. Ég gæti ekki breykt, það var stutt í búningaparti blöð. En ég með síktljóst hár og með hamar fór mér helviti vel, þannig að ég ætla að segja Thor. Thor, ok. Þá myndi ég líka vera með eðlilega stærð á þessum hamar. Á hamar, já. Hvað er hamarinn? Að finna hann? Ég er ekki hiss að finna hann ekki. Hann sést ekki. Þá er það næsta. Á skalanum 1-10, hversu vinsæll varst í grunnskóla? Þessi kom frá Insta. Já, sko ég var þessi típiski úlingur með fegjuskar bara og var í skotbolta og veist, tók þátt í öllu. Það var eitthvað í gangi og mætti ég. Veist, ég var aldrei party pooper. Nei. Það var diskoteku mætti ég. Það var með búið ammali, ég mætti. Ég var í öllu einhvern veginn handbolta, hóbolta, skilja einhver málug djúrn og það var. Þannig ég myndi segja ég var ég average, típiskur úlingur. Kannski slightly above average 7, setja 7 á mig. 7 Það sé nokkuð sangjant. Já, þá er það síðasta. Já, hjá hvaða íslenska CD myndur þú sofa hjá? Íslensk Celebrity Dick? Já. Fyrir þá sem að sko, nokkur sem pop-up þú segir þetta, sko. Já, það er grunna, þetta er léttara fyrir þig en Steinda. Hvað var nývesinn þetta? Já, svona pínu. Ég held ég verið að segja Valdi Björn. Það var rosalegt. Ég sá hann fyrir þann spott daginn og hann hefur séð, hann er með einhvernúmeri VAF. Hefur þú séð það? Já. Og hann er á Jaguar sem kostar svona 40M. Já, er það svona kveiki? Er svona alvöru kveiki? Nei, sen ég hann bara alltaf, veist. Já, ég minna þetta er topp maður. Geggjaður. Þannig að það er Valdi Björn. Já. Ok. Ég var alveg pottitur með þess að Björnlinur eða Rúrik. Sko þeir poppuð upp, sko, ég veit ekki það. Okay. Björnlinur, Rúrik, Gummi Kíró, Stefán Törner og Valdi Björn. En ég varð bara... Þetta er rosalegt byrjunarlið. En alltaf er einhvern veginn, en ég fekk alla myndir í haustum. Sér sá ég Rúrik. Tekstu alla myndir í haustum? Já, veist, kom Valdi Björn og svona ítti Rúrik í burtu einhvern veginn í haustum á mér. Já, ok. Þannig að já. Já, þetta er bara geggjað. Inn! Já.
Herðu, já Rosalega hlýrabólur sem hann er í Já, þetta ekki lýrabólur, þetta ermalaus bólur Herðu, og Sverri Bergmann sendi mér á Facebook hann hefur heyrt vitlausari hugmyndir þannig að föstudagslögin getur verið að koma aftur eftir sumarfrí það er rosalegt Swessmouth, afturinn Já, þannig að sakna hans, ég sé hann alltaf sjaldan Herðu, eru þið tilbúinir drengir? Ég búin að pakka saman stenda heilt yfir svona sístu Þú ert búin að vera á eldi Ég held nefnilega, I got a bad feeling about this one. Ég veit ekki á hverju Ok, sjá hún gerist Herðu, þú ert alltaf með bad feeling Nei, ég held bara að það sé að fara að reykja mig í dag Ok, ég ætla að byrja á þér Egill Var Steindi þyrfti að skipta á tippið eitthvað dýr Hvaða dýr myndi hann skipta við? Sko, Hvað heldur hann að valið? Ég reyndar held að Sko, Steindi myndi aldrei skipta penisum á svo út Hann elskar ekkert meira lífið en penisum En ef hann yrði Ef hann yrði það svissa honum út Bara bissa ennunum á honum og bara skipta honum út Veistu hvað er svo fyndið? Þegar þú ert að taka eitthvað svona Má ég segja honum smá trún og sem við Steindi áttum Steindi sagði mér Við vorum aðskonir í það Steindi sagði svona, já, svo oft hann byrjar eitthvað svona, veist, mér langar svo að segja hann að halda kjafti en það er bara olí á eldin, hann ég er bara svona og þetta var svona nákvæmlega þannig moment sem að þú varst bara svona, hann elskar þessi byrja sinni þannig að reykja og Steindi var bara svona, já, aðalega spáði að segja hvað hætti Nei, en aðalega, ég bara spáði, þú veist, hvað er þetta eiginlega að hugsa þegar þú segir þetta? Ég bara skil ekki í þessu Ég verði að taka undir þess Ég elskar hann eitthvað Málegur, ég er að lesa í hvað hann myndi segja Ég er að hugsa upp Ef ég hugsa í hljóði þá er þögn í radio og Richard sagði þessu mig Gil segi, aldrei þögn Hvað er fyrir 957? Ég sagði Richard við þú Það er maður minni Ég held að myndi velja hest Það er rétt Hvað er það? Ég hefði aldrei valið hest Býtu, má ég spyrja ykkur einu Þú veist Er þið alltaf að spila saman í þessu núna, undanfari? Ertu að gefa hún svörin? Ertu rugglar? Þú veist að ég er með eins mikið kettinskap og hægtur með Ég svindl aldrei Ég er á hana hýr Því að hestur er weird answer Mér fannst það ræðilegt svar Og ég eiginlega svona sá eftir svarinu En ákvað stick to it Því að þú veist, ég var líka sko málega sko það sem var að fokka mér upp þetta svar var að þú veist eins og Blöð kom inn á þú veist hann að fara í brúðkaup á morgunni hann væri með þú veist þetta þyrst að vera hestur með helviti lítinn félag Já, nema sér bara í kjól eða þú veist þá Póni bara ekki þröngum jakkafötum Herðu, þetta var rétt sem er ótrúlegt Ég er að hása miklu Egill er komið stig Steindi, hvað sagði Egill? Sko, ég fór allt inn að hugsa frammi þú veist hvað ég hef átt að segja af því að þú veist, ég er svona húðlitaður þannig að ég hefði átt að velja svín Það eru eitthvað líkari eða þú veist, ég reyndar hef ekki séð penisinn á þeim en ég held að segja ekkert ástæðalaus þú hefur ekki séð það Nei, ég er að segja, ég myndi gefa mér Dindillin á þeim, segir maður dindill eða rindill það er stærri Aftan á? Já, heldur en undir Já, ég veit ekki, ég hef aldrei séð það Þeir eru þannig í læginu að þú sér það ekki reglulega sko. Viltu vera með svína penis? Nei, ég fór að hugsa bara það er kannski svona það myndi falla best inn ég veit ekki, þú veist, ég ætla að segja Það var í jakkafötum var ekkert þess þá sko Nei, ég ætla að segja ég ætla ekki að segja hann hafi valið svínið Ég ætla að segja hann hafi valið bara, þú veist, minnst líklegast hann hafi bara farið í eitthvað svona, þú veist, hvað er líkast okkur það eru abarnir, górillurnar samt ekki ég ætla að segja hann hafi valið hund Nei, þú varst nálægt í með apana, hann ætla að segja hann breyti tígristíl Ég var komin í apana sko. Tígristíl? Það er jafn skrítur og hestur Ég var verið í Monkey Park og alltaf apar er ekki í buxum þannig að það sér alltaf penisinn á þér og við það er ekki dýr í buxum Nei, ég veit, þess að þeir eru ekkert í gallabuxum og sér penisinn á þér Já, alveg svo öllum öðrum dýrum Þannig að ég var að hugsa Monkey Hárið lesið það En tígristíl, þú Ég veit ekki, bara þetta Tiger eitthvað Herru, það er næsta Mér finnst það eiginlega skrýtnar Já, mér skrýtnar að velja tígristíl, sko Það er bara fallist að dýr í heimi Ekki? Nei, skrýtnar var hestur Valdir hest, sko Steindi, þú ert að jafna hann, ég ætla að byrja á þér Óþroskaðan hest Þú veist, skilur ekki Ég hefði átt að leika hvaða ofurhetju sem er í næstu bíómynd hvaða ofurhetju valdan Ég held að hann ég held að Egill hafi valið Thor Það er rétt! Yes!
Hvernig fórstu að rosalegt þessu? svar. Sko, Það ástæðan hlera hana frammi. Nei, ástæðan fyrir ég vissi þetta því að þú hefur verið þór Veita, í hjá grímupartinu að blöð það maður ekki varst með litla Alveg hamarinn eins. Með litla hamarinn. og það með minnsta hamar sem ég séð hann var svo kostaði það svo mikið og varst að nota hann Það var ekkert eðlilega dýr sko. Hann var þungur líka sko. Var að hugsa Superman samt líka. Já, ég var líka Já, eins og það svona var gott að geta gaman að geta flóið sko. ég hugsaði það líka Djöfull er hann. Ég vissi ég myndi ströggla. Eru það að horfa á The Boys, seríuna? Nei, ég hef ekki senda, ég verði að sjá það. Já, það Gott er shit, mjög gott TV Já, en þar eru líka áhættur sem hefur verið gaman að leiksa með Þú vart að senda mér þetta því mér vantar alltaf eitthvað til að horfa á svo ég glemist ekki. Egil, hvað sagði Steindi? Hvaða ofurhitsu vill hann leika? Sko, hann er samt svona, hann er nettur nerd. En hann á engan svona, hann á engan samt einhver típu sem hann elskar. Hann horfður á þetta allt saman sko. En svo ég þarf að vera útilokarinn aðferðin í þessu. Þú veist, hann gæti alltaf aldrei verið Spiderman. Það er off the table. Það gæti ekki verið Spiderman Ég get alveg verið Spiderman Gætir ekki verið Spiderman. Hvað er þetta að því að ég er feitur? Það að segja það? Var Spiderman? Það er ekki að segja Þú það. veist að ég myndi koma mér í standa ef ég væri að fara að leika í Hollywood mynd sko, þá myndi ég segja bara, ok, hvernig vil ég að ég líti út? Ég get alveg kyrt mig í hvað sem Fyrir er það, þá var Tobey Maguire var ekkert einhver Nei, það er í Ég meina þú veist Það er í vesinni með Spiderman sko. Ég er ekki að vera leiðilegur. Ef ég væri að fara að leika hlutverk í stóri bíómynd þá myndi ég bara breyta mér eftir hvernig hlutverk ég er Hvað mynd sagði? Sko, Nei, hérna, það hetju. getur ekki verið Superman. Sko, ég held, sko, þú gæti verið, þú verður geggjaður. Sko, ég held að búningurinn á Batman eru góður. Það er svona massífur og út með skikkju, út geggjaður með skikkju, þú tekur hérna luftgítaratriðt og með skikkju þar, ég segi Batman. Ég er þetta góða með skikki Batman er rétt! Ég er rosalegt sko Ég er bara skilit ekki Herru, hann er með 2 for 2 Ég næs ekki Rosalegt Hvað gerðist hjá hann maður? Því hann gæti aldrei neitt Ég veit það, svona Þetta er bara sérfræðingur. Herru, ok Þá, Steindi, þú ert að jafna aftur Það er pressaður Hversu Þú vinsæll verður að drulla núna. Hversu vinsæll var Egill á skalan veitum við 10 í grunnskóla að hans mati Sko, ég held að Egill hafi verið bara vinsæll í grunnskóla Ég ætla að segja hérna að hann hafi gefið sér Ég er að gæla við að segja 7 eða 8 hérna eða hvort ég klíni 9 nátar hreinlega sko Ég ætla að segja að hann hafi hent 7 á sig og verið svolítið svona humble 7 er rétt Yes! Þetta er rosa Það er bara eins og ég byrjar að svindla Þetta er líka að byrja að ná þessu Lestur er í Ég gangi þurfti hérna. virkilega að halda að maður drulla hana. En þá er það Egill Hvað sagði, nei hérna Já, hvað sagði Steindi? Þetta er 2-2 sko Sko, þetta er mjög svolítið trikki sko. Þegar sko Steindi var 100% 9-10. En það er ekki en það sé enda annað hvað hann var og hvað hann svaraði. Því að hann var 100% flipparinn í skólanum. Það er klárt, þú veist, hann var trúðurinn. Þú veist, hann var að taka, þú veist, þyrluna með penisnum hann Herru, ég hef bara svar inn í klefa og menn kölluða sama brunavörð og þú veist, það atriði sko. En málið er sko, að síðan þegar hann var lesin upp í tíma og satt, þú veist, Steinþór og svaraði bandæni og allir fyrir grenju og hlátir sko. Hann var þessi gæi, þú veist, hann var 9-10 en hann var alltaf downplaya, hann var alltaf ekki að sagja, ég var 10, ekki fræðilegur, hann satt á 6, 7 eða 8, þetta er eitthvað stað þar, 100%. Ég þarf svar Hann har aldrei gefið sér 8 Þetta er 6 eða 7 Ég þarf svar 8 Nei Það er 2-2 en þá Sett hann 8 Hann gaf sér 8 Á leiðin í Helviti síðustu varstu komið í því Nei, ég bara, þú veist, ég veit 2-2, ekki ein eftir. Ég veit ekki hvað ég er að segja hérna sko Ég spurði Nei, ég ætla að byrja að Steindi Ég spurði Egil hjá hvaða seti hann myndi sofa á Íslandi Hvert var svarið? Sko Þetta eru bara 2 menn sem komið til greina núna Já Nei, það eru 3 Það er Bjöllinur Það er Rúrik Og það er Gummi Kíró Og hvað af þessu ætlar að velja? Og ég ætla að velja Ég ætla að velja, drengir Þetta er upp á líf og dauða núna sko Ég þarf svar Já, ég ætla að segja Þetta er annarkot Bjöllinur eða Rúrik Það er bara staðfest Svar Ég ætla að segja Ég ætla að segja Rúrik Nei, á Valdi Björn Ég spurði Steinda sömu spurningu Hvað var svarið? Hvernig gat Ég taldi 4 gæja Hann taldi alla hina. 3 hina Hvernig gat ég ekki Sko Hvernig gat ég gleymt Það eru 4 gæjar sem koma til gæna sem Steinþór Í hvítu myndi gallabuxunum, elska sko. að renna inn í Bjartmar Bjartmar
Helgi Björns, Jón Jónsson og Aron Kahn 100% ykkur á þessi 4 Aron Kahn Nei, það var Pétur Jóhann Pétur Jóhann? Já, það er enda ekkert eðlilega huggur Já, við komumst að því að það væri líka svo þægilegt bara eftir á sko. Ég hjálpa honum hans með þetta. Ég sagði ég myndi velja sveppa því að vera eini maður svona, er það ekkert vandræðilegt ef ég myndi hitta hann eftir það? Vandræðilegt að svo make love með Aron Kahn Nei, það er ekkert vandræðilegt við það sko. Ungur til að byrja með. Já, það er ekkert vandræðilegt við þetta. Ég bara segja sko, þú veist að því að þetta er bara svona einn nótt. Jafntefli. Herðu, það var stórmeistari jafntefli. Vissin í dag, ég bjóst um að tapa, I'll take it. Já, you'll take it. Við sko þarft að bara vera með eina auka á kantir. Löngu sér, þetta aðrið var búin að vera alveg nóg langt. Það stýttist í að Birgitta Haugdal og Herra Hnetusmjör komi og dæmi drengina í Idol. Og þig. Og já, kannski með. Já, þú verður að finna lagblöð. Þú hefur að sleppa sko. Það held ég þeir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og já, það er alltaf gerast í stúdíónu núna. Við erum komin með góða gesti hingað í stúdíóið. Rættuðu blöð sko. Já, það er eitt tiny little baby mættur hérna sem er Litla Hnetan er komin. Litla Hnetan, en þau eru komin hingað Birgitta Haugdal og Árni Herra Hnetusmjör. Yes, Dómar úr Idol, verið velkomin. Takk fyrir. Sko, það sem gerðist fyrir 2 vikum í FM 95 blöð þegar það var tilkynnt að væri að vera að fara í Idoli að þá keftu Steindi og Egil í Idol. Okay. Þannig að þá var ég dómnefnd. En svo átti ég mjög erfitt að gera upp á millera því ég er ekki alveg dómari. Þess að maður datt í huga þegar nú er búið að kynna dómnefndina. Það eru þið og Það eru við og fleiri góður. Já, Daniel Ágúst og Bríett. Geggjur dómnefnd bæði. Já. Það er ekki vel í ykkur. Ógeðslega vel. Við erum alveg mega peppuð öll sko. Ég er ekkert eðlilega fæð sko. Dómnefndin er rosaleg sko. Já, ég hefði ekki Voruð þið búin að gíska eitthvað svona, cirka? Já, Hefur þið rétt fyrir ykkur? Já, svo vorum við búin að heyra eins hérna. Það var frekar svona erfitt að Mafíustælar hérna. Já, erfitt að hérna, óvart að missa þetta ekki út í sig bara sko. Já. En fyrsta sem ég sagði, maður hafði ekki getað valið þetta betur sjálf. Nei, Þetta er bara geggja. Það verður gott TV, það er 100%. Já, það er bara þannig. Og hvenær byrjið í tökum? Við byrjum ekki fyrir bara síðsumars eða september eða eitthvað. Nú er verið að hérna, svona sikta út. Já. Nú er fólk að senda inn pröfurnar sínar og það er allt í gangi. Fólk Þannig að að við erum fólk að ekki bara að skrifa hitta 5.000 manns. Nei. Þannig að það er aðeins verið að sikta út Og svo farið í tökum við. kringum, þú veist, ert að fara, þú veist, ef ég er heima og ég vinna á lager á, þú veist, á Reyðarfirði, mætið þangað. Geti farið bara, geti Sko, kíkt, tekið audition. Við förum Þetta er góð eitthvað spurning. væntanlega landið sko. Ég veit að við verðum ekki bara í bænum. Við förum, við kíkjum á landsbyggðina. Er það ekki? Ég veit samt ekki alveg hvort við förum á Reyðarfjörð. En ég er til í Það er kannski Egilsstaðir og Akureyri og Ísafjörður. Við sendum herran á Reyðarfjörð. Núna málega, nú fáið þið smá uppbytun. Já. Já, sko, Þið erum að fá þjálfun Þið núna. munir fá alvöru singers, þið munir fá amateurs Já. í Idol. Ok. Og hérna, þetta er svona skóli fyrir ykkur, maður gerir þetta fyrir ykkur í rauninni, sko. Já, bara takk hérlega fyrir. Við erum að stökka út í djúbulegina sko. Já, sko, þannig að þetta er basically, við skulum hafa bara sömu reglu og þegar ég var dómarinn daginn. Við syngjum allir þá. Já, Þú ert með? Já, ég er með. þú verður að vera með. Já, já. Hvað þarf að taka? Creed eða Bon Jovi eða? Ég valdi eitthvað viðbjóð, sko. En hérna, ok, hver á að byrja? Þannig að svo sem byrjar, hann lappar bara fram hann núna þau og En byrjar eigum að tala. við ekki að segja fyrst hvað við ætlum að taka það? Jú, bara við þau, þannig að Já. Þannig að byrja bara því að stendi. Nei Ég skal Ég byrja byrja þetta alltaf Já. og það Ég skal byrja þetta bara. Það er erfiðast að byrja sko. Uss. Egil byrja, þannig að segjum að Egil var núna að lappa inn, Já. þið værið að hitta Góðan daginn. Já, Þú skal bara vera í miðjunni. Egil heiti ég og ég er lagamaður og draumurinn minn er að vera söngvari. Já, velkomin. Má okkar hægt á lagarnum og syngja. Ok. Geggja. Og hvaða lag ætlar að taka? Ég vil taka Beautiful Day með U2. Af hverju? Af hverju Ok. valdur það? Út af því að vinur minn setti alltaf á þegar hann hérna var getting lucky með kærastun sinni einu sinni og hann sagði okkur strákunum frá því að þetta er upp á að slæja hans í Sveitabrygginu, samlífun og það er Beautiful Day með U2. Ógeðslega góð ástæða að taka það. Já. Og það gerir það fyrir hann. Af því að þetta er upp á slag vina. Já, heitir þessi vinur Egil. Og þess vegna, já, þú veist, þetta er geggjalag sko. Ég elska U2 og já, Ég er bara til í það. Bara gjörðu svo vel. takk. Your heart is a balloon, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you'd found a friend to take you out of this place, someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Sky falls, you feel like
It's a beautiful day. Don't let it get away. Touch me. Take me to that other place. Reach me. I know I'm not a hopeless case. What you don't have, you don't need it now. What you don't know, you can feel it somehow. What you don't have, you don't need it now. Don't need it now. How? It's a beautiful day. Já, ég var ekki að hvað þetta var langt. Hefði þetta ekki verið bara... Þetta sko, mjög gott lagaval. Takk. Frábær saga, gott backstory. Það er svolítið það sem að við, það skemmir ekki fyrir gott backstory. Þetta er svona, maður hefur ákveðið svona, já, þetta er svona mynd, þú málaði mynd og svo söngstu þetta lag, mikill innlifun. Já. Og gott svona distortion hérna neyri í röddina, mikið, já, á kúl. Ég bara síkir það svolítið á laginu. Kúl, já. Og svo kom smá falsetta, líka, þú veist. Þetta sýndir svona smá reynst, sko. Alga, bara klálega. Og þetta er náttúrulega snýst rosalega mikið sjálfstraust og það er greinilega drýpur að þér. Og það er alveg hægt að laga einhver smáadrið í stúdíu og ég get alveg sett það. Þetta er bara frábær gagnið sér. Ég er enda að dyrka, ég held að þú gerði þitt besta. Það er sem ég fíla. Það var hægt að prófa þetta í svefnherberginu bara live, ekki spila. Skellur hlægina, nú komið þetta. Rosalega þægilegt að skellur hlægina öðrum. Ég ætla að beða dómnefndunum að vera bara hreinskilinu við að maðurinn fær ekki áfram, sko. Það er einn af ykkur þremur, sko. Við erum í öðru keppni núna, sko. Reynda að toppa þetta performance. Takk þú á undanblöð. Ég er með svolítið, sko, ég er að spáði hvort þið ætla að breyta mínu lagi. Ég er með erfitt lag. Ertu með framistöðu kvíða? Nei, ég er með helvíti erfitt lag, sko. Ég fór að fatta því að það er ekki, ég er búin að gleyma að það var ekki lagið undir. Þetta er bara a cappella. Þannig að þá gerir mitt lag helvíti erfitt. Það skiptir ekki áfram núna, þetta er vanaverningu í keppnina. Ég get alveg tekið Blöður ekki búin að gleyma því það er ekki lag undir. Sko, málið er að ég ætla að taka lag. Já, ég kynni mig kannski bara. Já, gjörðu svo. Já, Steinþór er ég og takk fyrir, ég bý í Mósbænum og bara búin að vera. Fyrir íbúð eða einbýlishús eða Mansion. Ég er búin að vera svona áhugamáli mitt í tónlist og búin að vera svona fikta í þessu en nú er ég komin svona stóra sviðið og til að gera þetta að viti og fyrir alvöru, fyrir ykkur, fyrir framan ykkur og lagið sem ég ætla að taka heitir þetta er Chop Suey Chop með System of a Down. Chop með System of a Down. Ok, ég þekki það ekki, þekkir þú að Birgitta? Ég held ég muni þekki það kannski þegar þú byrjar að syngja eða ekki. Ég er ekki viss. Nei, kannski ekki þegar að byrja. Verður það ekki að þekkja lagið? Sko, ég er bara áhugjur af Blöð. Ég veit að Steindir er að fara að hægja sig. Mér Steindir að fara í fíblaskapin. Þetta er lagið. Hei, það er mikið heyra læg. Herðu, slöktu það er ekki læg með þig. Nei, ekki heyra læg. Nei, ég held að sé bara gott. Svindlari. Hvað er þú? Ég held að sé bara gott fyrir þig að við höfum engan reffa, sko. Ok. Þú sé þetta gerast í Idol. Fólk spilir. Hvernig komst þessari fartöluðin inn? Já, þú veist, þetta er ekki frumsami lag, sko. Þetta er bara frækt lag með System of a Down. Þú verður bara að byrja, þú mátt ekki vera að sína Chop Suey. Ég ætla að færa næst skjána minna. Ég sé svo illa ég með textan. Sé Þú stressaðist ekki líka bara með ekki með 20-20 sjón eða nokkuð. Nei Herðu, ok, þá bara keyri ég í þetta og já, þetta er System of a Down og lagið heitir Chop Suey og það hljómar svona. Wake up, wake up. Grab a brush a little make up. I discuss a bit with the shaker up. Put the leg at the table. Break on. I want to put the brinkos. You want to. Then the grab a little make up. You wanted to. I discuss a bit with the shake up. You wanted to. You then leave at the table. You wanted to. I don't think you trust in my self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die. Ah! Wake up! Grab a little, wake up!
Shake up Takk fyrir Stefán Takk kærlega fyrir Ég fór all in sko Er þetta eitt lag sem voruð að syngja þarna eða er þetta eitthvað mashup hjá þér? Nei, þetta er eitt lag Já, ég þekki lagið Þannig að það komst allavega til skila hvaða lag þetta var sko Ég er með höfverk sko Já, ég skil það vel Nei Þú sagðir ekki texta Make-up Ég kvísla alltaf með líka Hide the scars and pull away the shake-up Hide the scars to fade away the shake-up Hide the scars to shake-up Basically, mötti Idol þegar það sett allir trúðanir klestir eina klippu allir lélugustu saman Nei, þetta var ekki Steindi hvað hann headline þar Ég var aldrei heyrt annað að skjáta Hvað segir dómarar? Verður ekki að instrumentið þetta hefði hjálpað Birgitta, ég ætla að leyfa þér að Já, sko, það var ágætist taktur í þessu Ef við horfum bara í björtu hliðarnar Þú held svona ágætlega takti That's it Það er eina Það er dómararnir á árinu Já, en þú veist, það var líka gaman að heyra þess að bakgrætti sko, svona, það var smá effekt í þessu sko Og þú reyndir vel Já, ég reyndi á mig og mikið, já, á þig og gafst þig allan Þetta var náttúrulega allt og hratt lag fyrir þig eða þá að þú syngja allt og hratt af því það komst ekki til skila textin Nei Þetta var skemmtilegt Já en ég veit ekki alveg hvort þetta er heima í Idolinu En ég var líka með En ég var líka með bakgráðinnar Wake up Það er bara ekkert að hjálpa þess Wake up Það er kannski bara frekar að innbeta að syngja og ekki vera með bakgræti Þetta er rocklag sko Þú er ekki bara að borða Nei, ok En þú fær plussar lagaval því þetta er klikkað lag Já, þetta er gott lag Já System of a Down Við sem ekki afskrifa það strax Það eru fleiri keppendur sem er að koma Það er síðasti Ekki segju Því verðt áfram að gera bara svo það gera Já, ég bara, þú veist, ég sé eftir að lagið sko, ég sá að lagið er ekki að hitta hjá dómum Þú ekki það sagt En þú varst í rockara hlýrabólnum Þú varst í feeling, úr með tattu og höndunum og þú veist Þú tala með lúki í þetta Komin bara af bendetum að taka þetta sko Ný mættur að gauka á stöng sko Já, þetta var smá gaukurinn Hvað segir Öddi? Já, Öddi Þú komið að kóksraunum Já Ég ætla að taka lag sem er ég þekki eitt þekktan söngvara og þetta er svona lagið okkar eftir að við fórum saman á tónleika í Vegas með Boyz II Men og heyrðum þetta lag og svona lagið okkar Sösa og Ég lag saman Má ég bara segja eitt því að ég veit að þú ert byrjaður þetta lag sem ég tók, ég hlusta ofta á þetta með vinnum mínum líka og ég á vinni og þetta var eiginlega ég er að lofa því eftir þennan flutning þá þetta enga því þeir eru allir farnir Nei, ég man bara að það voru partí og þetta lag var spilað og stemning Smá backstory Það væri skemmtilega að hann væri að fara að syngja þetta en ég ætla að reyna þetta ég ætla að reyna að vanda mig þetta verður eitthvað viðbjór Gjörðu svo vel Every time our eyes meet, this feeling inside me is almost more than I can take. Baby, when you touch me, I can feel how much you love me, and it just blows me away. I've never been this close to anyone or anything. I can hear your thoughts, I can see your dreams, and I don't know how you do what you do. I'm so in love with you, and it just keeps getting better. I wanna spend the rest of my life with you by my side, forever and ever. Every little thing that you do, baby, I'm amazed by you. Takk fyrir, já, hérna Þetta var svo mikið veit að Steindi var svo lömulegur sko Það er dómnefnd Okkur voru að fá þau Ekki hafa áhrif á dómnefnd Þetta sko við alveg bránuðum, þetta var rosa fallegt Þú áttir rönnarna Þú smá tíma að finna sko tóntegunduna en þú áttir smá rönn en svo fórst að hlæja svolítið þarna í miðunni Það tók lagið svolítið niður sko, kom smá hlátur sko Ég veit, það er óöryggi Þú sýndir mikinn karakter og með því að geta svona flakkað á milli tóntegunda það er mikið hæfileiki Algjörlega, svo líka tekum mikið sjálfsögst að mæta bera ofan
Já, takk fyrir það. Það er ljúga hlusta. Það reif svo ró. En ég segi, þetta er ógeðslega erfitt maður. Já. Það er alveg ekki Þetta er ógeðslega erfitt. En máli er það að núna geta sko keppendur tekið upp á síman fyrstu pröfuna heima. Já, ok. Það er ógeðslega auðvelt. Þú tekst bara aftur og aftur og þú ert ánægður. Vandaði bara, Já, bara autotune er þetta í drasl Hver fær sjáumst í Austurbæ? Þeir verða áfram heima. Þetta er erfitt, veistu það. Þetta var bara mjög jafnt. Ég get ekki sagt annað. Eins og Ég fann þetta Smá upprifjun. Já, bara smá upprifjun. Sko, Birgitta Mér finnst þetta svakalega jaft sko. Ekkert mjög gott. Nei. Nei. Við erum með tilfinningar það sko, en ok. Þetta er basically hvað var skást. Já, sko ég myndi held ég bara að gefa Steinda mitt sko. Það gæti verið lagavalið. Ég sagði ykkur að lagavalið skipti máli. En kannski eru dómarar ekki sammála, ég veit það ekki. Já, sko, ég myndi vilja sjá Egil í Austurbæ. Herðu, hvað er rugg? Já. Beautiful day. Beautiful day. Það er lagarsagan sem að Og blöður eftir heima. Ég er einn eftir. Já, því miður. Það var rosa fallit að heyra þegar eigið allir vini. Það var rosa gott að það komst á framfæri. Veit ekki hvort það eigið ennþá. Það hjálpar ekki neitt svo ræða að vatti vin. Nei, þið voru alltaf að tala um það bara báðir af því. Mér fannst ég bara þurfa að koma inn á það. Ég verði nú líka bara með þetta lag hérna sem ég með. Við minnum á fólk sem kann í alvöru að syngja að skrá sig í Idolið. Og það finnir þetta allt saman inn á vísi.is. Birgitta og Árni eða Neitan, takk fyrir komuna. Takk kærlega fyrir. 4 dómarar. En ef að 2 móti 2, hvað er fokkan að gerast þá? Það er þetta fálega góð spurning. Reglan er þú þarf 3 til að komast áfram. Ok. Ég, X-Factor, Idol, nördi ekki það. Það þarf ekki að hylla alla. Hverju verða kynnar? Það er ekki búið að segja frá því. Nei. Getið þið gískað, vitið það? Stýttist í það. Það er búið að svona, ég held ég veit að ég veit hvaða manneskja liggur undir feldan. Ég er með drauma að kynna sko. Ég vil fá Sim og Jóa við það comeback. Gamla teimið. Þetta aftur saman. Það er drauma teimið mitt sko. Já, þeir voru ógeðslega flottir. Það voru ekki sko. En það er bara, þú veist. En ég verð bara, kannski er þetta bara púp og stendi, ég veit það ekki. Þetta er ógeðslega spennandi. Þetta er mjög spennandi, því að kynnarnir eru stórt hlutverk líka. Já, klálega. Þeir eru að slá létta strengi. Og halda með keppendum. Herri, við hlökkum mikið til að horfa á þetta. Takk kærlega fyrir komuna. Bara takk kærlega fyrir okkur. Við skuldum auglýsingar fyrir löngu síðan. Held ég til að hlusta hér á FM 95 Blöð á FM 957. Við þökkum Hnetunni og Birgitta Haugdal kærlega fyrir komuna. Gaman að fá þau og það verður gaman að fylgjast með þessu í haust á Stöð 2. Veistla. Betri keppendu þar, ég get lofað eitthvað því. Svo erum við að spája drengir Og lélæri líka. Og lélegri, við veit ekki. Veistla með þess að þætti eru slökusöngurinn í byrjun sko. Já, reyndar. Það er comedy. Það er alltaf gaman að þeim líka. Og herru drengir, það er tilkynning framöndan. Ætlum við ekki að enda þáttur um tilkynningu? Jú, endum á tilkynningu. Var það ekki planið? Hvað vil ég gera svona? Vil ég fara í... Við erum að fara í, það var eiginlega bara komið að þér. Ég held að vera common knowledge en þú ætlar að vera með hvori nettari. Nei, sko, ég er með hvori nettar í dag. Djöfull að ég hefði alltaf lægi að sleppa þig. Nei, ég sko, herru, Blöð, þú ert ekki, ég heyri þú ert ekki aðdáandi. Nei, ég hef sagt það oft í þessum þetta. En þú hefur komið rosalega sterkur inn á það, sko. Nei, það hef ég ekki gert. Herðu, jú, þetta er hvori nettari. Þú keppist undir við Sveppa. Já, Sveppurinn ágætur í þessu. Og Egill, þú getur komið hérna sterkur inn og þú hefur heyrðu, strákar, ég nenni ekki að leiða ætla að vera svona. Þið þarf að vera jákvæðir. Já, við erum bara að segja, þetta er ekkert eðlilega erfitt. Já, erfitt er allt annað. Það kemur eitthvað algjör steipa frá þér og svo maður að segja. Þetta er mjög erfiður liður. Já, þetta er ekkert erfiður liður. Ég er bara spurningar. Ok, ég ætla að dusta ekki að reglunum. Liður fjallasist það er að hvor er nettari og hvor ekkar hendir í nettari setningu í alls konar aðstæðum. Og ég væri til að fá bara nettla á fónin. Byrja á því, erstu ekki með eitthvað nettblöða? Nettlag á fónin. Við getum haft írafár undir. Já, það er mjög nett. Mjög nett. Allt sem ég séð. Við getum haugt á leikana rétt á hann. Já, mjög nett líka. Og nettan. Já, hann er nettur. Írafár er komið undir. Okkur upp á hljómsveit. Já, ok, strákar. Þið þurfum alltaf að sjá þetta svolítið fyrir ykkur. Eru þið klárir í þetta? Nei. Já, ok.
Óalega Það vil ekki Ok, ég ætla fyrsta í hvoru nettari Já, hvora svara undan Bara Blöð, vilt þú ekki taka á undan? Já Ok Mammikar Mammikar gengur inn á okkur niðurbrotin og veikluleg. Það var rigning úti og rók og greinarnar slá í rúðuna. Rugglar þetta maður. Já, þú þurrkar af þér Mariland milsnuna á nýja gula bolliðinu sem þú kefti fyrir daginn og reysir þig upp. Liggur, sem sagt. Og setur höndina á öxlina á móðinni og spyr, hvað er að mamma? Hvað er að? Mamma þinn, það er langt. Mamma þinn þerrar tárin og tekur af sér slæðuna og segir að hún sé komin með líkþotn sem hún getur ekki skrapað af, sama hvað hún skrapar og grunar einnig að hún hafi áskotnast mislinga sem hún fekk ekki sem krakki. Hún er komin með rauðar bólur á bakið. Í hvaða hvetjandi nettu línu hendur þarna í? Ötti bara skárra lík þótt en lík mamma. Við rýðum okkur upp úr þessu. Góð, ég bara skammast mig fyrir að svörinni. Það er skárra að syngja. Herðu, ertu að grínast blöð? Nú ætla ekki að vera leiðilegu þig. Leiðilegur? Þetta var gæðið svar sko. Okay. Þetta var fáralega nett svar. Blöð, þetta var gott sko. Blöð byrjaði þetta mjög vel sko. Mjög vel sko. Ég er ekki viss hvort að Egill þurfa að svara henni. Jú, þetta var svara. Já, máttalega. Þetta var mjög peppandi og hvetjandi setning. Ég myndi segja, hey mommy, lagði við landinu það? Rífa sig í gang. Vá. Það er enda mjög mikil hvatning í þessu sko. Ég ætla að gefa Agli stíð. Ég verð að gefa Agli stíð. Já, þetta var geggja sko. Þú ætlar ekki að leifa honum að svara. Þetta var mjög hvetjandi. En þetta var rosalega til þér líka. Já, ok. Þannig að ég var að hvetja mömmu á þess áfram sko. Já. Ok, þá ætla að fer ég beint í aðra. Hún er styttri. Þú gengur fram hjá tjörninni og sérð önd sem er að borða brauð. Allt brauðið er frekar gamalt og komið á síðasta söludag. Nema þarna ekki með fjölskylda, mjög smart fjölskylda, og byrjar að gefa öndinni brauð. Maðurinn er í Burberry-jakka og konan er í fallir í blússu úr Vera Móta. Og krakkarnir eru vel til hafðir í litriku fötum úr Mótó. Hvað okkur þarf þetta að vera svona langt hér? Já. Ég er lungu búin að, ég er bara dett út. Já, ok, og þá fer ég bara beint í þetta. Þau eru með nýtt festbrauð, glænýtt úr bakari, heitt ennþá, og gefa öndinni. Þig langar skyndilega í brauði líka. Og hvað myndur þá segja þarna við öndina í raunni, að því þið langar í hana mat sem hún er að borða? Ég myndi segja það virðist að vera nóg til hjá þessari fjölskyldu. Er ekki samátt ég fá eina sneiðönd? Þetta er svo leðilegt að ég bara svona, það er eitthvað að deyja inn í mér. Þetta Kitty með blöða. Þetta var sturla svar. Þetta var þetta geggja svar. Ok, þetta er búin að jafna þetta. Það er bara staðfest. Ég bara hefði ekki að leifa honum að svara. Það var geggja, ég menn að það færi 2-0 sko. Já, þetta er nett svar sko, það er bara staðfest. Ég myndi hendi þannig í Býttu hvað, Siggi Hall mættur það? Geðum að bita af þessu. Vá, hvað Egill er ekkert að gefa henni eitt forskot hérna sko. Þetta var ekkert. Ég ætla að gefa ykkur báðumstig. Nei, ég verð að gefa ykkur báðumstig. Því að þetta var bara það gott, það er 2-1. Ötti, þú getur jafna á síðustu. Eða bara gefið frá mig, ég er til að gefa þetta. Þetta getur enda 2-2. Þetta getur enda 2-2 í stórmeistari jafntefli. Og kemur ritgerð. Ok, ég hef þetta mjög stutt. Ég skal lesa þetta líka hratt. Taktu þinn tíma. Já, þú kemur að bröndóttum síamsketti. Þú kemur að bröndóttum síamsketti. Þeir sé það er ekki menn að lesa það aftur sko. Nei, ok. Að sleikja höfukúpu af rotnandi rotturhægi í skítu iðnaðarhverfi úthverfi Hafnarfjarðar. Þú ert með ís með dífu og rís og varst að reyna að njóta dagsins og að reyna að klára ísin í róliheitum til þess að komast í tyggjókúluna sem þú baðst starfsmannin í drífuís að setja neðst í formi, bara svona sem er einhvers konar verðlaun og hvatning til að klára ísin. En þú veist sjálfur að það er svindl að býta neðst í formið og sækja tyggjókúluna þannig. Hvað hugsaðu með þér til þess að missa ekki matalistina og klára ísin þrátt fyrir
að síamskvöturinn þarna hugsa maður, áttu maður ekki að segja eitthvað Sleikja Áttu ekki að segja netta línu ef maður fann að hugsa Þetta er það sem þú hugsar með sjálfur Þannig ég er ekkert að hendi í netta línu hana Jú, fyrir sjálfa mig Já, auðvitað Hvað segirðu til að missa ekki matalist? Í hvað nettu línu hendur þá í lagi? Nei, byrja þú þetta bara Ég myndi að segja don't just look at it, eat it Hvað er að gerast í þessu? Ég er rosalegu keppandi í þessu sko. Það er bara staðfest sko. Við þyrstum að vera með einhver svona bussera og allt í gangi sko. Einhver hljóð Það er pressablöð Alvöru pressa sko. Ég bara Ég tómi bara Hæ? Hvað sagður þú? Ég er tómur? Nei, ég segi bara allt fyrir tyggjó. Ég veit það ekki maður, þetta er svo fótt. Allt fyrir tyggjó? Já, ég veit ekki hvað ég segi. Ég verð bara að vera hreinskilni sem dómar í þessu. Já. Og ég hugsi í kasti þetta er Egill sem var að fá stiga þarna. Verður þessi liður aftur? Þá er það 3-1. Nei, ég get alveg lofað því hér og lofað hlustendum. Þessi liður, hann verður ekki aftur. Hvor er nettari? Já. Af hverju? Það eru engar líkur á því að verða aftur. Tekur ítli hann. Já, þetta er okkar besti lið. Hvernig lætur þú drengi? Þú ert bara tapsað. Þetta var bara Þetta er svo óþægt. Það er bara tapsað. Þetta er bara svona, ég myndi segja þetta er svona óþægindarhöllur sem verður bara aldrei toppar og við skulum bara með þeim orðum fari aldrei toppar. 10 years thinking hérna. FM 95 Blu. Það eru Keiluhöllin Egilshöll og Túborg Léttöl sem færa þér FM 95 Blu. Hárið, það er Túborg Léttöl og Keiluhöllin sem færa ykkur FM 95 Blu hér á FM 957. Það er 2 fyrir 1 í Keiluhöllin alla helgina eins og alltaf til 11 og svo er Skutlanir í bæ. Byrju 2 fyrir 1 á öllum drikkjum, það er alveg. Jó, er rugglaður. Já, ef að búið okkar besti maður er að hlusta þá er Túborg Keiluhöllin okkar tómur sem er kannski lægja þetta síðasti þáttur fyrir sumarfrí. Það er gott að hafa vel fullan að við mætum eftir sumarfrí sko. Já, það væri vel þegið. En herðu, við réttum á spurningkeppninni. Já, sko, málið er, við verðum að ná hann núna því að við farið frí. Já. Og því að, veist, þú getur ekki verið næst, skilur. Nei, þetta er kínu og sumarfrí. Já, þetta er eini sensin núna. Og það er 1-1 og þetta er svolítið marga spurningar og við running out of time, en ég hef ekki tíma til að chit-chat til að bara keyra mig í þetta. Færðu borga fyrir að fara í frí eða ertu verktakatrúður eins og Gilsi og færð aldrei borgað frí? Ég fær borgað í sumarfrí. Vildur það hefnis. Takk. Eru þið bara fullir og reiðir and you get paid? Þetta er bara líklega fullir og glaðir. Svona 90% af Íslendingum séu í vinnu og fái sumarfrí. Það er rosalegt. Það er ekkert rosalegt, það er bara algengt. 1-1. Heldur þú verðið sköllóttur eftir fríið? Já, það veist mér helviti líklegt. Ég er ekki að fara í eitthvað aðgerð allavega. Nei, mér finnst ólíklegt að vera eftir þetta frí, en kannski einn daginn eitthvað frí. Þú ert mjög þykkt hár sko. Ég held sem bara með venjulegt hár og einn daginn geti ég farið í frí og Hvor okkar fær stiga maður? Blondell, 2-1. Ok, hann er líklega sköllóttur eftir. Já, ég veist það ekki, það var eitthvað voða jákvæmt. Heldur þú drepir eitthvað saklaus hreindýr í fríuninni núna? Aldrei. Nei, það myndi maður aldrei gera. Pása þar. Engan áhuga. Já, við erum hvoru hreindýra skittur. Við höfum aldrei skotið hreindýr. Ertu maður að gleyma að þið fórum í skúrinn daginn? Herri, já, hreindýrið þitt var heima þér? Nei. Mástu voru að badnamáli og stóni og þú er ekki átta. Við kíktum í skúrinn. Hvað var þar? Það er, drengir. Hreindýrið var í skúrnum? Nei, sko, strákar, hætti að tala, þetta er hreindýrið. Það var bara 300 kíló af hreindýr. Nei, það sem maður meðmum. Já, nei, þetta er ekki það. Hvað var á? Það var, þetta annað, hvað ertu búin að drepa maður? Nei, það voru þarna hot sem eruð eftir, sem bara á eftir að sækja. Sem voru inn í skúr? Já, einhverju skúr, já. Það hreindýr að morði ekki bjóða þetta? Þetta er bara veiði maður. Það veiði bara alls konar fugla og fiska og allt. Ok, 2-1 þá. Ertu að fara að halda upp á afmælið í þessu fríi og þarf fólk að taka sér 3 daga í frí til að mæta? 2 daga. Tekja daga frí? Já, ég var aldrei búin Fös, dagur 1 Lau, dagur 2 Sund, dagur 3 Þú þarft ekki að taka 3 og sund Ok, 3 Ég tel 3 þarna þegar ég seti puttan 3-1 fyrir blöð Akkur ástu að spyrja og Steindi fær ekki svona svara Já, hann var ekki að byrja Hvað svarið þitt? Hvað? Það sé alltaf bara 3 dagar Nei, ég á ekki ammæli sumar Ég var til í 3 mínútna ammæli Hafið orðið mökkaður ykkur mann Ofurölvi og hugsað Fuck it, ég fæ mér einnig búið dýri sumafrí
Allt oft Já Of oft Já Maður í öðru sem gerir frí Já. Þú ert í fríi Þá er svona hörðu Ég Ég er veit ofurölu ekki við hvað, ég hef oft sannfæri sjálf um bara, herðu, maður fæsir einn en maður er frí Eða það ekki Jú, skammast mér ekki Þú líka Nei, þetta já, ég held að fólk tengir alveg við það sko. Hefur þú logið að hafa kysst stelpu eða átt kærustu í sumarbúðum? Já, Já, þú veist já, það hef ég gert Ég gef grænt ljós á það, Ég tengi það svolítið við summer camps einhvern veginn svona lappum og svo Ég kisti þess að Hefur þú logið því að hafa kysst stelpu og gerði það ekki? Ég held ekki, ég er að hugsa Þá hefur það verið Það bara voru sem krakki allir búin að kissa stelpið í kringum mér nema ég og ég sagði að ég hef gert það í sumbúðum Ég veit ekki það Já, þú hefur, ég skil þú hefur kist, skilur Þegar ég var spurður hvaða stelpu Ég bara að ég hef verið í sumbúðum Lögstu? Já En Ég var fréttu það? sumbúðum á tungu Á tungu? Ég veit ekki hvort það sé þá til Á tungu? Hétt það Það er ekki rosalegt. Ég maður ekki Það Og getur alveg og verið- lögstu bara yfir Það er gamla góða slellan og Nei, ég get slella, ég var ungu patti og það var sleðilegt að var allir búin að kissa nema ég það kom, já, og hér álur skellum En Stefán? Ég man ekki eftir því, nei En það, já Skrítið spurning Já, ég er bara með alls konar spurningar Þetta er bara king of vacation, king of sumafrí Hefur þú í frí, í góðum gýr Sungi og trallað, mökkaður í sundlaug Og postaði á grammið? Já Það ekki? Sungi og tralla Helvítis flöskuborðið mætta aftur núna Já, það var Var ekki búið að lofa Það er ekki búið að taka bara heiðu sín Já, en þannig veistu Þetta er alltaf konseptið að king of vacation Þú varst í sundlaug Þetta er já að báð Hvernig er staðan í þessu kjaftaði? 6-3 fyrir blöð Þetta er eiginlega að vera Ógæslega margar spurningar Já, Það lítur að vera búið nú er bara þetta svona Eru meiri líkur en minni Ég ekki segja þetta 100% eitthvað Meiri líkur en minni að þetta er hristingur í fríinu Það er bara jafn mikil Jafn mikil, 50-50 Það er mánaða frí sko Já, það er bara jafn mikil mánaða frí? Það er stendið, þú getur náð Þú þarf punkt að sko 6-4 er helviti Það er bara algjörlega ómögulegt að segja sko 50-50, ég er sammála blöð Já, það er ekkert eitthvað Ég er ekkert eitthvað Ógæslega Þetta er bara eins Þetta er komið Mann ég þetta Sko Ég var líka með áður og eignaðist börn Pre-babies Þú veist, myndu þið segja voru þá eins og raging alcoholic þegar voru í sumafrí Já Erum það ennþá? Eftir börnin, post-babies Nei, segjum það ekki Það er bara Já, ég hef oft hugsað þegar ég er frí Bara herðu, maður er eins og Bara eins og maður er veikindi að stríða Það er að fá sér 1-2 með börnin Já, hvað Er þetta búið þetta kæft að eða? Þetta er komið Hvernig fór þetta? Hefur þú fullur reyður á snekju? Nei Ölsingar Jú, það er bara Hárið Dynout og Loop sem fær ykkur hér FM 95 blöð á FM 957 síðasti þáttur fyrir sumafrí drengir og já, við erum búin að lofa tilkynningu að koma að henni ansið margir sem að voru búin að skjóta á þetta á Insta en já, FM 95 blöð verður á þjóðhátíð 2022 stóra sviðið laugadagskvöldið og ég lofa því að þetta verður sturlað dæmi. Það verður allt lakaði til maður 25 manns dalurinn þetta er bara stærsta þjóðatíð frá upphæði í formi eftir að vera í höllinni já það er ekkert sem toppa þjóðatíð það er og ég hlakka strax til og hægt að tilkynna það líka fyrsti þáttur eftir sumafrí verður einmitt á þjóðatíð já það er alltaf gaman þegar sko fáum okkur 2-3 félagarnir með live þarna er ekki á höfninni eða ekki já finnum við góðan stað 2-3 svolítið vaktir lorðan tekið og þú hefur alveg verið þarna aðeins við fáum alltaf slaka með það hérna ég meina þú veist við erum á eiginu að þjóðatíð en við ætlum að vera með þáttunum fyrsteinum já og svo á stóra sviðinu á laugardagskvöldinu já og við viljum að og líka bara júli verður álur veisla já þetta verður geggjað það er kótilegtan líka og það er bara allt sko ammali blöð sem er það 3 dagar það er the Carlet já 2 vikum eftir það er ég mættur á Tomorrowland og helgindu það eru komin á þjóð það rennur ekki af mér hann í júli sko. það verður álur vöru vest júli er enda besti mánuður ég var 3 festival þetta er styrla við ákveðum að hendi í smá pep-vídeó já það er verið að setja það inn á Insta svona smá tilkynningar pep-vídeó og ef að fólk peppast ekki upp við þetta vídeó þá er eitthvað að já þeir eru fólk sem er að fara á þjóðtíð við þurfum að við tilkynum ekki bara, hendur líka pepp við erum ekki þar að með sér tilkynum bara við viljum setja smá pepp í gang og hérna bara líka bara til að peppa ekki bara fyrir okkur, alls ekki bara fyrir að fara, þú veist, þetta er bara peppa þjóðtíð sem gerðum alltaf komið að því fengum aldrei að
að perform that komið shit að því hefur aldrei verið tekið á þjóðatíð sko. sem er rosalegt fólk þarf að fara að blasta því aftur setja það á playlistan og gera það aftur í gang Fyrst mér ekkert það kem ekkert óvart að það væru einhverju gestir með okkur aldrei að vita En svo, má ekki glemma því að þó að FN95 Blöð sé farið í sumarfrí að þá verður blöðkastið í allt sumar þannig að þið getið fundið það inn á fn95blöð.is þeir sem þessi vilja taka frí frá okkur taka frí, þessi lif ekki af án okkar sæna sem hann að blöðkast í það er líka skemmtlegt framönda núna við erum að fara að fá okkar besta Óla Jó til að koma þegar við vorum að ræða daginn í blöðkastinu með metaheiminn sem basically þessi heimur sem Facebook að gera er orðið meta og allt þetta og hlaupið líka kemur núna í júli hlaupið góða það er sjónvastáttur með þess tökum það eftir hvaða 1,5 viki það En drengir, hafið það gott í fríinu ég sé ykkur náttúrulega bara strax á þriðjudaginn í blöðkastinu en við þökkum fyrir veturinn og haustið og svona nánast allt sumarið við verðum mættin aftur á þjóðatíð ég meina, getið ímyndað ykkur hversu sturlað það verður að vera á Stórasviðinu og laugardagskvöld og þetta hérna byrjar þetta verður alveg stemning, ég get lofa ykkur því hafið það gott og heyrumst á þjóðatíð